Já, komiði heil og komiði sæl í Chess After Dark þáttu númer, ertu með það Birkir? 2-3... Er ég rekað á gatt? 2-3-9 Já, segur. Já, 2-3-9 Já, ég held að standi stjáðir. Við erum skemmtilegan þáttu í kvöld, skemmtilegan gest. Heldur betur. En áður nú koma honum örsnögt, það voru það Volt. Já, Volt Arni maður. Já, hversu þægilegt er það, þurfi ekki einu svona... Þú ert bara með Volt Plus, þú ert bara plusari. Já, Volt Plus áskreitin. Það var ekki að pæli, hvað er sendingagjaldi? Ekki einu svona pæli, það er bara 0. Það er bara fyrir svona greitt sko. Hvað kostar að fá þetta send? Það kostar 0 krónur. Og svo er hitt fyrir þessa allra mestu lúksuskallana núti. Ég veit að þú ert lúksuskall. Ég notaði þetta ekki. Já, þá er það nýja fítusinn, þá getur þú borgað 400 krónur aukarlega að ferð fremst í röðina. Ég er doldið þannig kall sko. Já, þú ert lúksuskall sko. Ekki hans ég búin að fara, elska Volt sko, ekki hans ég búin að fara ykkur að 38 rúnda áður en að pizza mín eða eitthvað kemur skilur. Nei, einmitt, já, þú vilt fá þetta beint, já, fyrir 400 krónur vægar. Já. En að þætti kvöldsins, gestur okkar er Stefán Teitur Þórðarsson, atvinnumaður í knattspyrnu sem leikur með Preston í ensku Championship-deildinni og íslensku landsliðsmaður og þetta skagamaður. Já, með meiru. Ertu hjartalega velkomin Stefán. Takk hérlega fyrir að fá mig, takk hérlega. Hvernig líkur á þér? Bara frábær sko, nýkomin heim eftir landsleikina og Já. njóta þess að vera hans heima og svo aðeins smá frí. Já, hvað er þetta langt frí hjá þér sem þú ferð? Sko ég var alveg í mánuð í fríi áður en ég mætti með landsliðinu. Já, hún er náttúrulega löngu búin sér Championship. Já, löngu búin. Já. Fórum bara í frí daginn eftir síðasta leikin sem var, síðasta leikin var 3. maí. Já. Þannig að það var hérna góður mánuður og svo fæ ég núna þegar mæta 30. aftur út. Já. Þannig að það er alveg næstu í 2 mánuður sko, þetta er alveg geðveikt sumarfrí. Já, geðveikt. Sko, við erum auðvitað komin í mynd á Spotify sem er skemmtilegt og ég hveti allar til þess að taka þáttur í mynd. En Stefán, þú ert í gulu í dag, er það skilaboð? Já, harður stöðnismæður í að þetta. Já. Þannig að ég ákvað að mæta bara í gulu og í mínu flottasta sko. Já, tökum kannski bara strax smá fíl í herbygginu. Spurðum Arnór kollegaðin út í þetta, hefur áhyggjur af stöðun á Skaganum með það? Ég veit ekki hvort ég hafi áhyggjur alveg strax sko. Þannig að, en þetta er ekki búið að vera nægilega gott og þeir vita svo sem alveg sjálfur sko. Ég æfði með Skaganum aðeins þarna. Sæmilega line-upið á þeirri æfingu. Það var rosa. Já, það var alveg gott fyrir social media hjá Skaganum. Við mættum hann að 3 og Voru allir brotnir? Nei, þeir voru þannig ekki sko. En þú veist, það var náttúrulega ekki hoppandi stemning hann eftir að búin að tapa fullt af leikjum en svo unnuðu nú Breiðablik eftir að við vorum búin að vera þarna. Það er búin að drilla. Nei, þeir ég vona bara að þeir haldi samt í sama og þeir eru að gera sko og bæti síðan bara nokkru leikmennu við núna sko. Okay. Þannig að þú veist, það líður nána sama liðið það var í fyrra sko. Þeir eru ekkert allt í einu bara orðnir ógeðslega lélegir og þú veist, eiga bara lendi í neðsta sæti sko. Já, Henrik Harða var góður en kannski... Já, hann var flottur sko, en hann er ekki í munun að hvort það lendi í 12. eða 17. sæti sko. Þannig að, veist, þetta kemur ekki. Já, þannig að þú hlustar ekki á þessari Jón Þór Át rættir. Nei, við höldum honum. Já. Helviti líklegt að hann væri að fara að hendi það hérna. Jón Þór Át. Ég sé ekkert annað í stöðunni. Nei, Jón Þór okkar maður sko... Já, konunars líka. Já, Sigrún Ósk, hún er komin í pateli maður, djúvill er ánægð með hana. En Stefán sko... Þú heitir Holl í dag. Sigrún Ósk, Birgitta Haugdal og Ragnhildur Steinum. Yes. Já. Og það er ekki að spila við þig? Nei, ég held ekki sjá mig sko. En hvað er búin að gera í sumar, Stefán? Herri, ég kíkti á góða vinn þáttarins, Arnór Sigurðsson. Já. Kíkti á hann hérna í Malmö, beint eftir fríið. Hann fór svolítið snögt frá mér hérna í Manchester, þannig að við vorum búin að ákveða að koma aðeins og knúsa hann. Þannig að svo var mér boðið að koma aftur hérna á leikja á Silkeborg. Já, geðveikt. Og fór út í hálfleik á seinni undanúrslitaleiknum við Brøndby, þar sem ég fekk blóm og klapp frá stuðningsmönnum fyrir þakkir og svona. Það var mjög skemmtilegt að hitta alla aftur og fá að segja svona almennilegt bless og það ég fer náttúrulega frá Silkeborg bara í miðri æfingarferð sko. Já. Þannig að ég náði ekki eins svona, þú veist, allt fólki sem hafa búin að vera með hana svo lengi sko. Að ég náði ekki að kveðja alla þar sko. Já, sko talandi kollegaðin Arnór Sig sem er góðvinur þáttarins og mikill meistari, sko vorum aðeins að tala um hann fyrir þátt og þú bentir á þetta þarna þegar þú varst í Skaganum og Silkeborg og hann var að setja hann á móti Real og Róma og þessu félögum að
þá var handbolti svona hnipp í því og segja ætlaðu þú ekki að rífa í gang og eitthvað svona Alltaf. en nú sendið þú á hann skeiti og sagðir Champions-deildin ekki fyrir alla Já, ég sendi hann heim aftur til Svíþjóðar. Nei, ég held að ég hef heyrt að hann þeir verða svo sem fínt hann Já, með við sænónið Ég hef heyrt það sko spyr sá sem ekki veit, Preston nálægt Manchester þá, greinlega Já, þetta er 45 mínútur frá Manchester æfingasveið okkar er í litlum bæ á milli Preston og Manchester sem að hendar alveg fullkomlega hann er bara hálftíma 35 mínútur á æfingar Þannig að byrjuði í Manchester Já, ég bý bara í sama turni og Arnór var í þegar það við komið í Það var æðislega Ég fekk samt ekki að vera svona ofalega eins og hann en ég er hann að staðar í miðunni Fyrst við erum aðeins búin að koma inn á Arnór og Skagan sko, förum bara lengst aftur í tíman og ræðum æskun og Skagan fyrir þá sem ekki vita þá er Stefán sonur Þórðarssonar sem var kýper og bróður hans var Stefán Þór Þórðarsson og bróður afa hans er að sjálfsögðu Óli Þórðars sem á 72 landsleiki fyrir Ísland svo ertu með Teit Þórðarna líka sem á einhvern 41 landsleik og stóri bróðin er svo Þórður Þorsteinn Þórðarsson Sá stærsti Ekki gleyma honum Nei Ég ætla að það er að gleyma honum Hvernig er að alast upp í þessari mögnu fótboltafjölskyldu á Akranesi? Bara frábært sko, ég náttúrulega kannski veit ekkert annað sko þannig að það er svo erfitt fyrir mig að segja eitthvað hvort að þú veist, þetta hefur þetta móta mann svona að það er ekki alltaf sagt bara kemur og næstu leikur sko, það færði alveg að vita hluti sko, þannig að þú veist, ég er náttúrulega bara frábært sambandi sérstaklega við pappa og Stefán Þór, bróður hans, talar rosa mikið við það í kringum leiki og allt þetta sko, þannig að og alast upp bara að hafa allar þessar fyrirmyndir, það er bara, hvað segir maður, privilege sko. Já, eru þeir harðir við það? Já, þú veist, ekkert þannig samt, þú veist, það er alltaf að tala um að þótt sé eitthvað svaka hart og þú veist, en þú veist, jú, þú eru örgulega harðari heldur en sumir sko, en ég held að sjá harðasti, þú ert ekki búin að nefna hann sko, það er afi minn sem er bróðir Óla og Teit sko. Já, hver er það? Hann heitir Þórður líka, auðvitað, það hefði getað gískað sko. Hvernig spyr ég? Hann er sá sem að hélt fyrirtækjunum gangandi. Já. Og meðan að Óli og Teitur voru að sprikla bara eitthvað í fótbolta, þá þar færðu að heyra. Já, það er gamli skóli. Já, það er ég hef aldrei hlaupið nóg í leik held ég fyrir hann. Nei, þannig að þú veist, en þetta eins og ég sagði, þetta móta mann bara og gert mann bara helviti sterkan held ég sko. Já, en það er alveg pressa á mér sýnist á þessum upplestir sem að Leifur kemur með að stóri bróðan ætla að vera svo eini sem ætlar ekki að meika þessu fótboltamaður. Já, meika hann spila. Eða hann er dómari í dag. Já. Jú, hann er hann ákvað að gera eitthvað annað. Hann var ekki nógu góður. Já, hann er dómari og lögga, þannig að þú veist. En það hefur líklega verið bara þú hefur vitað ansi snemma hvað þú ættir að fara að vinna við og það er að vera atvinnumæður fótbolta eða eitthvað. Já, ég held að, þú veist, alast upp við alla þessa kalla sem hafa verið orðið atvinnumenn að þið langar að gera þetta líka sko. Þannig að ég hef svo sem aldrei verið eitthvað plan B sko. En þú veist, ég samt fer ekki út fyrir en ég er 21 sko. Heldur betur, mun komin á það. Þannig að maður þarf að vinna fyrir því. En þú veist, sérstaklega með svona fótbolta fjölskyldur og á Skaganum líka sko, hann er ekki á Ólafsfirði. Nei, akkurat, og ég er mikið velt þessu fyrir mér sko, með hvort að menn bara fæðist með það sem að þarf til þess að ná langt í fótbolta eða hvort það sé eitthvað sem menn æfa. Góð pæling. Hvernig var þetta þegar þú varst yngri? Var sett þvílík pressa á því, kom hún innan frá og hvað hefur mikið meira en jafnaldræðinir? Já, þú veist, það var sem þetta aldrei sett kannski pressa frá fjölskyldunni þannig séð sko, ekki sem ég man sko, þú veist, ég held að sé bara svolítið, þú veist, það kemur svolítið bara frá manni sjálfum sko, eins og ég sagði hann, þið langar bara að gera þetta því þetta er það sem þú þekkir, þú veist, ég flytt út bara 3 mánaða þegar pappi fer í þetta, þegar hann fyrir að spila í Svíþjóð, þú veist, í 2 ár hann, og svo er pappi bara markmaður allt mitt, þú veist, alast upp og Stebbi bara, mér langar alltaf að vera eins og Stebbi, þú veist, út af því að hann var bara að spila í Norrköping og spila hérna og þarna, þannig að þú veist, það kom samt aldrei einhver pressa, þú veist, finnst mér eitthvað þannig, en það er samt alveg, það hefur kannski verið frá fólki samt á Skaganum, skilur, að heyrðu, þessi eru þessar fjölskyldu, hann hlýtur og á að vera, þú veist, góður. Þið langar ekki að vera kýper, eins og pabbi?
Nei, ég held að hann hefði verið snöggur að koma hann frá því sko. Hann hafði engan áhuga að horfa á son sinn spila markaldi sko. Nei, sá hann hvernig fóð fyrir skotanum geðu þetta ekki verið alla. Það hefði ekki verið þannig. Hversu mikill kóngur Óli Þórðar? Já, hann kóngur, veit ekki hvað það sjórði sko. Hann Er það gamli skólinn par excellence? Já, það gamli skólinn sko. Hann gat verið erfiður og það var ekki oft talað í lágu stöfum inn á kaffistofunni í Þótt sko, milli hans og bróður hans Þórðar Afa, þannig að þú veist, já, það bara eins og hann sko, hann gefur ekkert eftir og þeir allir þannig bræðirnir sko. Teitur kannski aðeins öðruvísi sko, hann svona rólegur og mjög. Það kannski að því að hann hefur ekkert verið í kringu það mjög lengi, sko. Hann alltaf flutti bara út sungur og hefur oft eima úti svo lengi, sko. Hvernig ert þú? Hvernig geðslega á þér? Þú virkar mjög yfirvegaður. Ég mjög rólegur, sko. Þú veist, ég mjög rólegur utanvallar sérstaklega, sko. Þú veist, ég fann mig kannski ekkert eitthvað rosalega í bílunum og þessu öllu þannig að vinni þótt, sko. Þú komst samt að vörubílinga? Já, ég kom einmitt á E50 úti, sko. Nei, en þú veist, ég hafði ekki jafn gaman að því eins og til með bróður minn, sko. Þú veist, hann elskar þetta dót, sko. Já, bara elskaði sem krakki, sko. En mér langaði bara að vera í fótbolta, sko. Flottu vörubíl og allt það? Já, maður, þú veist, ég veit að rótrætti, maður með lyftaraprófi, sko. Já, maður var sendur í það, bara leið og fekst 6 ára bílprófi, sko, þá varstu sendur í lyftaraprófi. En þú veist, ég vann náttúrulega bara hjá Þótt þangað til að ég fyrir út, sko. Allt sumur, sko. Þá var það bara, það var ekki, hvað segir maður, ekki létt, þú veist, þú fekst enga séns að þáttu að þú ætlaðir að vera eitthvað fótboltamaður, sko, það var bara 6:45 á sumrunu. Hann segir mig að meiðast, þá væri eitt SMS í brósa eða einhvern í fjölskyldunum að segja, má ég fá vakt? Það allir komnir út úr því núna, en það hefði verið svoleið, sko. Sko, það einn gauð sem langar svo að gefa loftina, sem hann að tala sem Teitur Þórðar, sko. Ég var í grúski fyrir þáttinn, sko. Hann, Gerard Houllier, fyrir Liverpool Legend, var að þjálfa hann og hann var líka þjálfari á Arsene Wenger, þessi gauður. Og hann á feril sem leikmaður þar sem hann skora 117 mörk í 285 leikjum og þetta er alveg lið sem hann spilaði með sko 20 mörk í 48 leikjum fyrir Lens í Frakklandi 35, 87 alvöru heldiss player og svo náttúrulega þjálfaran þetta ekki bara eitthvað vanmetnasti ferill þetta er bara vanmetnasti ferill bara þjálfara og sem leikmaður örugglega sko ég meina ég held að eitt tímabil hann næst markaðistur í frönsku eftirdeildinni bara eftir Platini sko. Já, sæll. Þetta gleymist. Þú veist, hann var alveg bara, þú veist, bara frábær leikmaður sem hefur heyrt sko. Ég hef ekkert séð neina klippur eða neitt sko, en það sem maður hefur heyrt að hann hafi verið alveg bara stórkostlegur leikmaður sko. Já. Hvað hann að gera í dag, veistu það? Hann býr í Noregi og hann hefur bara verið svona, hann hefur verið að þjálfa og verið svona yfir svona bara lærri liðum svona hér og þar sko. Hann var náttúrulega landsliðsþjálfari Íslands. Hann með eitthvað sko hann með eitthvað fálkaorðu Íslands eða eitthvað sko. Þú veist fyrir hvað hann gerði fyrir fótboltan þar sko. Þú veist hann alveg þar sko. Já veist fólk að missa vatni verið að Freysi sig að þjálfa Brann sko. Hann þjálfaði Brann á 2002 Linn. Svo þjálfaði með þess að KR og þjálfaði Vancouver Whitecaps í MLS. Svo fór hún til þín að manna bara satt Euro Musketeers og Funnefoss Já, það varði ekkert úr því held ég Nei, ok Hann þetta var þegar indverska Superlígan átti að verða eitthvað alveg bara Já, fekk hann Moneyboof Þetta átti að vera eitthvað massíft þarna en það varði síðan ekkert úr henni En ég held að hann hefði átt að taka ég held að hann hafi aldrei sko tekið neitt leik sem þjálfari Nei, sko. Einmitt Indverska Superlígan Já, það átti að verða eitthvað svona alveg bara Eða Smári fór þangað Kannski fá bara top 3 powerrank geðaleikmenn í fjölskyldunni Já, heyrðu Það skal ég taka Í rétti röð Á sínum degi Þá ætlum ég að taka Ég ætla að taka 3-2-1 Ég ætla að taka Fyrir utan sjálf það náttúrulega Já, það er svolítið Ég kemist ekki í það Jó, ég kemst ekki í annað sæti En þriðja sæti ætla ég að setja Anlanda minn, Stefán Þórðarsson það alvöru harðhaus sko.
þú veist, þú þarft ekki nefnir að spyrja svona 2 sem hafa spilað með honum sko. Og kannski að móta honum líka. Já, móta honum líka sko. Ég man bara eftir hversu mörg rauðspjöld hann fekk sko. Svo í annarsæti ætla ég að setja langaða minn. Já. Sem að var í upprunalega gullaldalegi Ok. Svona hvað, 95 eða eitthvað sko. Það er alveg bara langt í burtu. Já. Og ég held að hann hafi verið markaðasti leikmaður Íslands þessi 5 sinnum í röð. Já, sæls. Og hann var í hérna landsliðinu sem að var með Ríkka Jóns og þessu öllu sko. Og svo ætla ég að setja Teit. Já, Teitur. Teitur verður efstur. Fyrir hérna, þú veist, 100 og eitthvað mörk í 200 leikjum. Já. Helvíti vel gert. Það er maður að fá kannski númerið hjá honum þáttinn sko. Þetta áhugaverður leikmaður sko. Pælda þess í þessum lista. Þú verður bara að setja, Sigurður Bragi, hann spilaði með 3. flokki og alls. Það var í Þrótti Neskustad. Já, það er alveg rétt. Sko, þessi spurning mun örugglega koma nokkrum sinnum í kvöld en sko Leifur spurði út í hvað það ef mikið meira en jafnaldræðinir og annað sko hvenær svona vissur að væri raunhæfur möguleiki að verða atvinnumaður í fótbolta? Já, góð spurning sko. Þú veist ég ætlaði líka að vera atvinnumaður í fótbolta sko. Já, auðvitað, eins og bara allir náttúrulega en þú veist, ég á ekki undir 17 og undir 19 landsleik sko. Ok. Þeir eru bara 0 sko. Ég var alltaf í þessum úrtakshópum og þú veist, fór að Laugavatn, þú veist, eitthvað svona dót sko. En ég kem ekki í landsleik fyrir 21 sko. Já. Þannig að þú veist, en ég samt einast inni var ég alltaf bara þetta er samt að fara Þetta er bara að kleika. Ég er að fara að ná sér samt sko. Þetta er ekkert að fara ég þarf bara að gefa mig breykið og ég skal sýna ykkur sko. Já. Þú veist, þannig að þú veist, það er erfitt að segja hvenær ég held eitthvað svona verulegan það var kannski bara þegar að þú veist, ég kom inn í ég veit að Arsenal en bara þegar ég var í fyrstu deildin í sko. Þú veist, og var markaðistur hjá IA en það var náttúrulega sem striker sko. Já. Þú veist, það gleymist. Það gleymist að þú veist, ég var að spila miðju í 6 ár. Já. Og frekar aftar, eða er ég að bylla núna? Ertu ekki frekar aftar heldur fram, eða hvað? Núna er ég bara 6 sko. Já, einmitt. Núna, en þá, þú veist, þá var ég frekar ofar sko. Já. En þannig að ég, þú veist, ég náttúrulega bara seasonið áður en ég er keyptur út til Danmörkur mitt fyrsta season sem miðjumaður sko. Já. Þú veist, þannig að Setur samt þetta líka mörg. Veistu, af hverju þjálfara vildu breyta þér í miðjumann úr strækjara? Þetta voru sko Siggi Jóns og Jói Kalli voru með skagan hana og ég spila striker í fyrstu deildinni þegar við komumst upp hvort þetta sé 2018 og en þeim fannst samt verið að sóa þú veist, ég var ekki nóg mikið í spilinu og boltanum sko. Þannig að ég var oft svona, þú veist, ekki fölskt 9 þarna, þú veist, ég var bara svona 10, 9, eitthvað svona að spila með Jeppe Hansen þannig frammi sko, og alveg dúó og hérna, svo fyrir seasonið sem við förum upp á undirbúrstímulu, þá koma þær bara til mín og spurja mig bara hvernig mér litist á að koma þess aftar sko. Og já, svo bara Finnst leikmanni það sem að þrífst fyrir að skora mörg, finnst það ekki leiðilega að heyra þetta? Jú, þá var ég ekki sáttur sko. Og líka ég var ekki sáttur út af þeir keyptu þarna Viktor Jóns og Gonzalo, munið eftir honum Samorano. Gonsi. Gonsi sko. Keyptu 2 strækara. Þá var ég alveg bara, hvað er það að gera? Það er þetta bara helvíti fínt fyrir að Viktor Jóns hafi komið upp á Skaga sko. Þannig að thank God sko. En já, og svo gekk það bara svo vel að þú veist, ég var eiginlega að pæla að það væri lélegt hjá okkur að hafa fært mig niður á miðju sko. Já, bara nokkru leikir og hans bara, kannski var það bara klæmir það. Já, algjörlega sko. Og talaði líka bara mikið við Sigga Jóns sem var hann með mig sko. Alveg bara, þú veist, á honum helvíti mikið. Já, ágætis viskubrunni þar. Já, ert að grínast. En áhugavert Leifur, hann segir hann engan U17 og U19 ársleik. Sko. Mitt, kom bara inn í U21. Var það áður en þú ferð út eða eftir? Já, það er áður en ég fer út. Já. Það er markakongur hérna. Já, þetta er hérna Þetta er þegar Arnar og Eiður taka við 21. Já. Ég held ég náði einum glugga með Eyjólfi. Já. En það var, þá var eiginlega hvort að hann hafi sjálfur verið búin að ákveða að hætta eða eitthvað svona þá. Og svo taka Arnar og Eiður við og þá var ég alltaf í 21. landsliðinu á þeim. Sko, sorry að heimaðurinn segja klekka. Varst þú í liðinu sem fór á lokamótið? Já. Þú fræða fyrr? Byrjanleysmaður þar, sko. Já.
Tja, það, mótmaður, Já. COVID-mótið þannig Já. sem að enginn fekk að koma og Nei. það er búið að gleyma bara Já, að sá það er árgangur ótrú- hefði komist á lokamóti, sko. Þeir eyðilögu það fyrir ykkur. Það er líka haldið hræðilega, sko. Já. Þetta var eitthvað staðar þetta var haldið í 2 löndum eða Já. eitthvað álíka, sko. Og það var engin stemning þarna, sko. Nei. Þú veist, það var ekkert, það var bara eins og að spila æfingarleik við rússana þarna sem var fyrsti leikur, sko. Mátti enginn verið í stúkunni eða, nei. 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 Ekki Þetta einu var, sinni með þetta var á grímur, sko. hápunkti Hápunktur, faraldursins. Já, Já. 2021. Já, getur verið. Og vært alveg engin stemning Þetta- utanvallar heldur hjá ykkur. Nei, við læstum á hóteli. Já, vá. Skemmtilegt. Já. Leiðinlegt maður. Þú veist, ég held að U17 hefur núna verið að koma úr 10 daga ferð þar sem við spiliðum 2 leiki og voru bara að skemmta sér, skilur. Já, og U21 fór til fucking geðveik Já. ferð, sko. hvað er Egyptalands og eitthvað, Já, spila með geggjuð Brasil ferð, og sko. eitthvað, sko. Þetta hefði átt að vera draumurinn þarna, sko. Þetta Lokamót. átti að vera klikka, sko, þú veist. Maður bara þegar maður sá U21 þannig að Gylfa og Kolla og þessu gauðra, skilur Einmitt. bara, þetta var geðvegt, sko. Já. Já, þú veist, þetta, já, þess að ég segja, það er í raun og verið bara búið að gleyma að þessi árgangur sem var 98 var efri Já. elst árgangurinn, Já, komst á lokamót, þú já. veist. Þannig að, Þarna, hvað svona, hversu góði voru þið í yngri flokkunum? Þínir árgangar í, já. við vorum alltaf svona sub-top, sko. Ok, Svo við vorum svona kringum 3., 4., þú veist. 98 á skaganum var bara fín, sko. En ég reyna að hugsa núna, þú veist, ég held að það er ekki eitt samt sem er spila í dag, sko. nei, Af það var einmitt næsta félögunum, spurning, sko. Nei, ég held ekki. Nefnum að ég fæ skilabóð eftir þá eða Já. eitthvað, það verður bara að hafa sig. En þessi gauðra sem er aðeins yngri en þú á skaganum, Já. Ísak Bergmann, Arnór Sig, Hákon Arnar. Það koma nefnilega hana, sko. Upp úr þessum hérna 2002, 2003, Já, Arnór, já, 90, Arnór var náttúrulega bara með okkur, já, alltaf, sko. já. Þú veist, hann var alveg byrjar að spila bara með hérna náttúrulega, þú veist, 98, 97 þegar, þú veist, ef hann var í 4. flokk og við í 3., þú veist, þá var hann alltaf bara að spila með 3. flokk, sko. Já. Þannig að hann, fótboltalega var hann alltaf bara þar, sko. Þá spyr ég fótboltalega Ísak, Hákon og Arnór í áskaganum aðeingum, hvað er bestur? Já, Hákon. Er það? Hákon er langbestur. Já, ok. Já. Ég held að fólk fatt ekki hvað hann, jú, örgulega fatt Það er kannski aðfatta. Já, þú veist, gæinn er ógeðslega góður. Já, Mér finnst hann klikka góður, sko. já, Ég veit að hann er að tala í podcastið þetta og hann er mjög Já. góður vinur mér og svona eitthvað. Maður tala alltaf vel alla, en Hákon er ógeðslega góður. já. Alltaf verið. Já, hann mætti 15 ára á æfingu hjá IA og það er ennþá var að tala með snúning sem hann tók á hérna einn hafsendin hjá IA, sko. Ég vil ekki nefna hann bara þess að bara Það verður ykkur fjölskyldur. Já, bara virðingu, sko. Hann var hættur í fótbolta 2 árum seinna, sko. Þú veist. Hann var bara ruglagóður þegar hann var krakki, sko. Við náðum Ísak, sko. Ísak var ekki að æfa svona jafn mikið með okkur þarna, sem er minnir allavega, sko. Já. Hvort var hann ekki bara, þú veist, var hann ekki úti eitthvað þarna þegar Hann gæti alveg verið, sko. bara, Jú, ég fótt hitt. ætli það ekki, Já. Fyrir alltaf Ég held kornungur það, út, sko. Já, 14 ára. Já, bara, Já, þú veist, Já, kom ég mjög held að hann hafi náð bara einhverjum hálfleik með IA eða eitthvað, en hann varst ekkert búinn að vera að æfa með okkur, sko. nei. Þú veist, þannig, sko. Sko, áður en við höldum áfram í skagan, þá ætla ég að minna á að ég er að fá mér einn kalda hérna. Við erum búið kalda. Já, maður er bara búin að gleyma sér þess. Sko, ef þið er að leita veitingastað, þá er ég alltaf að tjekka, er kaldi á dæluðan? Er kallt á dælu, já. Annars, að lappið út. Og þú átt alltaf kalda skilið. Leifur er að vinna hörðvöndinni í þessum sumarleik. Ég held að vera klár fyrir næsta þátt. Ég held að, ég er bara að leika loka á þetta. Það eru 10 kassar í boði af sumarkalda. Já, þú getur líka ekki haft hennar leik í vetur þegar sumarkaldi er hættur, sko. Byrjaði að átta mig á því að það er kannski að síga á seinni þetta. Spila með Kára árið 2015, tökum alveg góðan klukkutíma að tala um það og að Ég er podcastuð það, sko. það verður specialist, já. Skaginn 2016-20, 18 ára mættur í Skagalið. Manst þetta fyrsta alvöru leikniðinu með Skagan? Fyrsta alvöru leiknum. Eða bara þú varst að labba út á völl í byrjunarliði? Já, í deildinni held ég að það hafi verið, já, var ekki 2016, það er ekki? Já. Eitthvað svoleiðis. Já. Þá kom ég inn á, sett hann í slána, en Ok. svo man ég ekki mér. Nei, ég spyr sko að því að Leifur talaði með byrjun þáttar sko með þessa fjölskyldabakinu og annað, er ekki svona ákveðið, þú veist, það er að spila landsleik en líka að vera að spila með IA, það er líka að vera stórt. Jú, það var geggjað, sko. Já, Það var alveg geggjað að vera inn í klefanum hann hjá IA og hérna rífa kjaft við þá sem við vorum þá, sko. Ármann Smára og Garðar Gunnlaugs og
hver er Páll Gísli Jónsson Jú, kóngurinn já, alvöru þar sko, Arna Már var í liðinu þarna mikið í Skaganum þú veist, þannig að það var geðveikt sko, að koma upp og vera þarna, manni fannst alltaf maður ætti að vera að spila þáttum maður, þú veist, áttu að vera glekkið sko Nei, einmitt, og svo færðu náttúrulega að spila allt tímabilið 2017, þeir eru með 17 stig eftir 22 leiki og endi í næsta sæti þannig að mögulega kannski var ekkert sniðugt að spila þér Nei, en samt, sko ég kem samt ekki almennilega liði held ég fyrir í seinni, sko ég held ég hafi ekkert byrjað marga leiki í byrjuntímabil, sko ég held ég byrji þarna ég held sko bara fyrst í byrjunleiknum sé bara eitthvað þarna í seinni, nei, reyndar, ég er að ljúga þér Voru þetta einhverja ruslmínútur eða? Já, þetta voru eitthvað ruslmínútur og einhverju startera sem ég gæti örugglega ekkert í, sko en svo var það ekki annað fyrir en ég held að Gulli hafi verið rekinn og Jón Þór tekur við Einmitt. Að þá byrjaði ég síðustu 6 leikina eða eitthvað áleika sko, skoraði 2-3 mörk eða eitthvað og svo bara hélt það áfram sko, inn í fyrstildina sko. Duði nú heldur betur ekki Nei, ég er að grínast nei. Sko, næsta spurning, hversu lélegt lið var þetta? 17 stig eftir 22 leiki Ég bara man ekki sko, hvernig þetta lið var sko. Ég held að ég alltaf helvíti gott að henda útlendingunum undir rútuna. Já, það voru lélegir útlendingar. Nei, ég held samt að rekrútmenti þetta ár hafi ekki verið gott. Já. Var þetta ekki tímabilið sem að Skaginn fór og náði ykkur 3 úr pólsku deildinni? Pólsku fyrstu deildinni eða eitthvað svona álíka sko. Já. Það klikkaði bara ekki og hérna Garðar hætti að skora held ég hana. Já, hann var hann gamall hana. Nei, svo var ekki sísoni undan það sem hann verði markaðistur? Jú, ég held það. Já, ég held það sko. Já. Og svo ég held að Ármann Smári hafi sleitan ekki hásinn þarna síðan og ég segja já eins og ég mun fyrir Ármann Smári sleit hásinn. Já, nei, ég manna ekki sko. Nei, þetta var nú meira í gríni sagt sko, en ég ætla samt að segja, var þetta mögulega eftir að higgja að horfa í baksýnisspegilinn, smá blessing in disguise að þú fékkst að vera bara kóngurinn í fyrstunni? Já, 100%. Þú höfst tilbaka sko, bara að byrja alla leikina, held ég. Pottitt losa náttúrulega alla útlendingana? Já, þú veist, það var bara Jói Kalli kemur inn, Jói Kalli og Siggi kom inn. Já, fer frá HK, já. Og það var bara allt upp á nýtt sko, og þá hérna, þú veist, fekk bara að spila alla mínútur frammi, skora slatta mörkum og já, þú veist, bara að spila endalaust sko, alveg sem það verið í fyrstu deildinni þarna eða hvað sko. Það kom ekki til greina að söðla og fara yfir til KR. Hvað varst að tala um hana sko. Hérna, nei, ekki þarna sko. Þarna það hefur verið okkur öðru tímpúti líka. Já, ég veit ekki. Það var enginn að fara að taka neitt um þessu í að liði sko. Nei, en það kom aldrei til greina í Fúlusálfur að fara í þarna? Nei, bara einhvern tíman í eitthvað annað en í Jú, þú veist, jú. Það kom alveg til greina hana tímabilið sem að ég hérna seldur út sko. Já, ok. Þú veist, ef ég hefði ekki farið út þá hefði ég ekki tekið hana tímabilið í sko. Nei. Þú veist, það hefði bara ekki verið gott fyrir mig sko. Nei. Eða þú veist. Þannig að, en það var samt aldrei hljóma samt svo kokki sko. Þú veist, ég var samt aldrei að fara út af því að ég var líka búin að skora ykkur 8 mörk sem miðjumaður sko. Já. Þú veist, og var í 21 landsliðinu sem komst á lokamót. Þannig að það var alltaf, þú veist, eitthvað að fara að koma skandinavist, þú veist, bara eitthvað skilur við. Og ég var alltaf að fara stökkva á það, þegar breykið var alltaf bara, leiðið kemst út, þá veit ég að bara, ég mun klára það, sko. Þú veist, það var alltaf allan að mindsetið, þótt fyrir að allir strákarnir fara út með þetta mindset og sem komur heim, þú veist, skilur við. En, þú veist, sem betur fyrir þá, veist það. Þeir eru svo harðan hauskaðamennir sko. Já, þeir eru það. Sko, að því að það er alltaf að tala um þetta, hvenær er rétti tímapunkturinn að fara út og þú færð þarna tækifærið seinna en flestir. Já. Heldur að þú hefðir plumið alveg að byll ef þú hefði farið út 16 ára? Nei, það held ég ekki sko. Þú veist, ég var líka, þá var ég strækjar. Það hefur ekki endað eins sko. Nei. Held ég sko. Það er náttúrulega svo ógeðslega erfitt að segja það sko. Þess ég fór á reynslur eitthvað hingað og þangað skiluru og hvar fór ég? Ég fór út til Norsebing, það var samt eiginlega bara á þetta tengingum sko. Þú veist, við Stebba og pappa sko. Þeir þekkja náttúrulega Norsebing svo svakalega vel sko. Ferð með Arnóri þangað? Fer með Arnóri þangað, einn af þeim fekk samning, hinn ekki. Hann sendið þið heim? Hann sendið við heim þarna, það verður bara að hafa sig. Og þú sendir þetta heim frá Manchester? Ég sendir heim frá Manchester.
Hver fór ég? Ég fór til Álasund. Já, spennandi. Já, alveg bara, þú veist, Sarpsborg, Noregi. Fór með þeim til Marbella. Já. Og þú veist, ég spilaði ekki svona æfingarleikin sem var síðan annars, sko. Nei. Þetta var bara eitthvað svona, skilurðu. Já. Og en sem betur fer, skilurðu. Já, og Silkeborg náttúrulega bara förum við það eftir. Já, Silkeborg kemur síðan, sko, og það var bara, þú veist, það bara gæti ekki orðið betra, sko. Við förum það, já. En svo þetta náttúrulega líka þannig að því að eins og Stefán Teitur klárlega þarna búin að sína geðveikt, bara honum solid leikmaður í að skora hellinga mörkum frá miðinni, skora fullt af mörkum í fyrstu deildinni. Svo þegar maður vill komast út, maður er ekki fætt í real í fyrsta glugga, sko. Nei, og þú veist, maður er bara Sarpsborg veistla. Þú ert ekki að fara, já, eins og það, bara þegar Silkeborg kemur og þú veist, þá voru þeir í fyrstu deildinni, Danmörku. En ég var samt bara, já, fyrir bara upp. Þú veist, við fyrir bara, þetta verður bara að gera þetta geðveiku múfi og þú veist. Og það var líka, ég var rosalega ánægður að Danmörk varð fyrir valinu. Já. Að kom dansku klúbur, en ekki að þetta var bara einhver fullir virðingu, fyrstu klúbur í Svíþjóð og fyrstu klúbur í Noregi. Af hverju? Út af því að ef þú stendur þig vel ofta tíðum, ef þú stendur þig vel í Svíþjóð eða Noregi, þá ferði til Danmerkur. Já. Skilurðu? Danska deildin aðeins herri en hérna, heldur þú? Ég vil meina það að danska er rosalega kompetitív. Hún er bara 12 lið. Og ef að þú skýtur í þig eitt season, eins og Óðins er búin að gera, Álaborg, þetta eru 2 huge klubbar, sko. Já. Bara með 12-16.000 manns á leik, sko. Þú veist, þá fellur þú. En í Svíþjóð og Noregi, þá ertu alltaf með 2-3 klúbba sem eru bara ekki nógu góðir til þess að vera í bestu deildinni, sko. En þú veist, fyrir minn spilstíl líka að fara til Danmerkur var, og sérstaklega undir þann þjálfara síðan sem ég endaði að vera hjá, bara, þú veist, var bara draumur, sko. Já. Við leifum tölum oftur líka að það er ekki til en sem þetta er heppni, sko. Þetta hefur bara verið verðspöndamál, sko. Já, og ég er mjög sammála því. Af því að, þú veist, hvenær hefur einhver þjálfari ekki valið það sem er best fyrir hann, út af því að liði vinnur, þá er það best fyrir hann. Hann er ekki að reyna að tapa lengur, sko. Nei, hann er ekki að fara að reyna að tapa og þá missir hann jobbið, sko. Þannig að hann er alltaf að fara að velja bestu gaurana, sko. En auðvitað kemur það fyrir að þjálfari er meira Kína og þennan heldur en þig, skilurðu, eða eitthvað, þú veist. Já, getur alveg því. Það er mjög sjaldan, held ég. Og ég held að menn komist oftast þangað sem er eiga skilið. Já. Á endanum kannski. Á endanum. Já. Þú ert alveg með dæmi með Sala, Lukaku og De Bruyne í Chelsea og eitthvað svona, skilurðu. Já. En svona eins og segir, lang oftast. Já, lang oftast. Auðvitað eru case þar sem eitthvað hefur gerst eða eitthvað, sko. En lang oftast held ég að menn endi þar sem að þeir eiga skilið. Það er alltaf einhvað. Ef þú ert geggjaður í fótbolta en ert samt að spila, ég veit ekki, þú veist, ef þú ert ennþá bara í fyrstu deildinni í Svíþjóð eða eitthvað, skilurðu. Það hlýtur að vera eitthvað ástæð fyrir í. Þetta er meira skilurðu. Þetta er ekki bara svona í fótbolta, sko, þetta er líka bara svona almennu vinnumarkaði, sko, bara okkur er þessi ennþá þarna, bara, það er einhver ástæð fyrir því, sko. Já, það er alltaf held ég ástæð, sko. Þá langar maður að spyrja, þú fer seint út, varstu lágvaxinn eða varstu að bæta þinn leik eða varstu bara uppgötaður seint og tækifæri seint? Ég var, sem krakki var ég lágvaxinn, sko. En ég held að tengi samt líka, ég var náttúrulega bara ekki með mína stöðu kannski. Var bara kannski ekki að spila í þeirri stöðu sem ég var bestur í, sko. Þrátt fyrir að hafi staðið mig fínt þarna, þú veist, í fyrstu deildinni með IA, en þú veist, árað undan þegar ég var að spila frammi, þú veist, það var ég bara fín, skilur. Þú veist, ég var ekkert meiri það. Þannig að ég held að það hefði líka svolítið bara tengst því, þú veist. Svo var ég bara seinna en aðrir að verða góður, sko. Þú veist, þannig að hann er mögulega og Jói Kalli, hann ætti að fá eitthvað komissjón. Já, Jói og Siggi, sko. Siggi Jóns líka, hann hérna. Þetta er alveg vel spottað hjá þeim, sko. Sérstaklega þegar nýkomur á tíðanbæla sem hún var raðinn í mörkunum. Herðu, 6 á þig. Sælu Viktor Jóns hérna. Og Gonsi. En við erum komið til Silkeborg og það er sjálfsögðu búið Safran. Sko, Safran auðvitað nýju vinur okkar og Safran appi góða. Þástu skjáinn? Já, skjár var skemmtilegur. En sko, leið og ég settist að samningaborðinu, hvað fáum við og hvað fá þeir? Þeir fá í auglýsingu og við fáum eitthvað í kassan. En hvað fá hlustendur?
Hvað fá hlustundir? Þú hugsar alltaf hlustundir. Þeir verða að fá eitthvað líka, sko. Já. Þannig að spurningi var, getum við ekki græða afslátt fyrir þá? Og svarið var, við bara getum það ekki. Framleiðin bara það lágt. Verðin okkar eru bara það sængjum, og það eiginlega bara ekki hægt. Þau segir bara sorry, við gerum það ekki. Ég náttúrulega gaf mig ekki, sko. Þannig að ég suða út einhver 10% og það CAD 10 eða CAD 10. Og það munar minna á síðasta vestu. Síðasta vestu, já. Og líka með gæði sem þú fá. Ertu saffrankall, Stefán? Ég það, sko. Þegar ég kem heim, sko. Ég held í sömu þú, sko. Þú ert í Afrísku? Ég í Afrísku, sko. Já, ég heyrði það. Típist leifur á þér. Ég heyrði það í síðasta þetta, sko. Ég í sömu böku og þú, sko. Reynda margi sem ég veit að eru fyrir vombriðum að þegar þið sá þarna skjáin og segja já, ég ætla að fá katréttin. Ekki katréttur. Nei, við þurfum að græða það. Við erum að vinna í því líka. Og svo er það orka náttúrunar, betri tenging við náttúruna, heimili, hleðsla, fyrirtæki, virkjanarsvæði. Sko, það sem ég finnst þægilegast við er samt appið. Já, það sammála því. Og mín uppáhaldsleðslustöð þessa dagana er í Perlunni. Nei, hún er eiginlega í Vesturbænum við Stóra Hringtorgi, sko. Já. Og það er svona aðeins fara að taka fram úr, sko. Já. Ertu á rafbíl, Stefán? Nei, ég ekki rafbíl. Ég á Takk fyrir komuna. Já, ég á hverjum bíða. Það kom að rittararspendingum. Það er bimminn. Þeir eru ekki slæmir. Sko, já, við erum komnir til Silkeborg. Arnór og Benz, hann og Bimma, þetta eru óvinnir, sko. Jú. Alltaf að metast. Árið 2020 og þeir eru leika í dönsku B-deildinni og það er Stefán nýbúinn að raða inn. Rétt, beint í liðið og spila 20 leiki, lykilhlutverk og tryggir sæti í dönsku úrvalsdeildinni. Sástu fyrir þér að vera betra að spila í dönsku B-deildinni en bestu deildinni? Þá kannski með þessum toppklúbum? Já, ég gerði það. Bara út af því líka toppklúb í dönsku B-deildinni, sko. Glugginn þar er mjög stór líka. Hann er stór upp á dönsku deildina að gera, skilur. Veist, ef þú stendur rosalega vel í efstu klúbunum í dönsku B-deildinni að þá eru neðri klúbanir í efstu deildinni alltaf klárir að pikka upp leikmenn. Eins og Silkeborg gerir bara hverjum einasta glugga. Taka svona 2-3 bestu úr fyrstdeildinni, sko. Þannig að já, ég var það og líka út af því að þessi klúbbur fellur árið undan og ég hefði heyrt rosa gott bara allt setupið og þjálfaran sem var þar. Var einhver tenging eða? Nei, ég held eftir á fekk ég að vita að þetta er tenging, þetta er ekki tenging. Þeir voru að leita miðjumanni, goalscoring miðjumanni og hann heitir aðstofþjálfarinn heitir Peter Knudsen og Bjarni Viðars var í Silkeborg áður hann kemur heim, held ég. Já, getur passa. Já, og þeir ringi hann og þá þið meðmæli. Já. Þannig að ég held að ég fekk að heyra það eftir á að þetta hafi, þú veist, og þá hafið þeir, þú veist, eftir síðan scouting og allt þetta að þá hefur, ok, tökum hann. Já, áhugavert, sko. Mér veist líka að því að við spyrjum, sko, einhverju topp, þú veist, heldur að við kannski, að því auðvitað er maður smá blindur á bestudeildina, maður átti sérlega á því og til dæmis þess að kollegi okkar Mike í þungaðettin, hann er alltaf bara, akkur ekki bara allir sem eru að spila í bestudeildin í landsliðinu, maður er bara gaur, það er alveg ástæði fyrir þessi gaur að fá meira borga og eru atvinnumenn, sko, og hinir eru þetta heima, það er einhver ástæði fyrir allir eru á þeim stað sem þeir eru, en heldur við séum kannski ofmeta að fara í toppklúbb og fá einhverjum nokkra Evrópuleiki, heldur að það til dæmis bara danska biðild sem miklu betra? Bæði og, sko, ég held eins og það er engin eitthvað rétt leið að fara í dönsku B-deildina og svo bara skref. Ég er mjög heppinn líka að ég lenda á klubb sem að síðan bara tekur bara skref á hverju einasta tímabil eftir að ég kemur þangað, sko. Sem að getur alveg lenda á klubb og svo bara verða eigendaskipti eða eitthvað og allt fyrir í rugl, sko. Já, ég bara fyrst tímabil að fara illa eða eitthvað, sko. Ég hef bara allt inni bara meðist eða eitthvað, sko. Þannig að, þú veist, þetta er en bestu deildin í dag er náttúrulega miklu betri heldur en fyrir 6 árum eða 5 árum þegar ég fer, sko. Það er rétt. Þannig að það er kannski munur held í núna, sko. Fannstu mikinn mun á bara að vera að æfa og spila með IA og svo fara í Silkeborg? Já, mikinn? Já, mjög mikinn. Mjög mikinn. Silkeborg og er enn í dag rosalega possessionlið. Rosalega smáar sendingar, dominera possession, ekkert eitthvað rosalega pressulið svo sem, sko, en bara svakalegt possessionlið og það var
það var mjög öðruvísi frá því hvað við vorum á Skaganum Þú varst bara með hálsíðan á Skaganum Ég var bara með Átna Snæ í markinu bara hérna dundrunum fram sko Og sá getur dundrað og Tryggvar Hrafnanda frammi sko að hlaupa sko það var öðruvísi sko og hérna fótboltalega þroskaðist maður alveg bara klikkað mikið fyrstu 2 tímabilin sko Já, trú því Þú mættir hana og bara beint í lykilhlutverk kom það þér og kannski þjálfarunum á óvart var það? Nei, þú veist ég kem, svo sem það tekur mig samt eftir ég kem eiginlega ekki í lykilhlutverk fyrir en eftir jólapásuna Ég skipti, þetta var COVID-gluggi sko hann var lengdur og ég kem á síðasta degi eða eitthvað 5. október sko, skipti ég og er svona bara að venjast hlutunum nóvember og svo stoppa deildina í byrjun desember það ekki fyrir eftir pásuna sem að ég byrja alla leikina síðan sko þannig að það var líka svo gott fyrir mig að fá þessa pásu til þess að geta, þú veist, eftiralmennilega og þú veist fá aðeins meira reynslu að komast inn í þetta þannig fyrstu 1-2 mánuðina og svo eftir það var ekki litið tilbaka sko. Nei og hér við í dag sko talandi að vera með hausinn í réttskóna á sem Stefán Teitur heldur betur með sko þegar þú fær múfið til Silkeborg þú hugsar ég er ekki að fara að fókin klúra þessu Já, það var það ekki? Jú, það er búin að bíða eftir því að Þú ert ekki að fara heima aftur á Skaga eftir 1 ár Nei og líka, máli var líka þú veist ég er ekki að fara hana til þess að vera ríkur fyrsta múfið mitt er ekki til þess að fara og sigra fótboltaheiminn sko fyrsta múfið mitt er til þess að fara út til þess að fá þetta helvítis breykloksinn sko þú veist, og það var ekki séns að ég var að fara að gefa það eftir sko Nei Arnór talaði það í þættinum senast þetta að sem sagt hausinn, eins og þegar hann fór til Ítalíu var bara farin til Real Madrid hvað er hausinn að þetta? Var hann farin bara til FCK eða varstu bara á staðnum? Ég held ég hefði náð að vera helviti bara á staðnum sko Vist, ég með 1 leikur í einu Já Ég tók bara 1 leik í einu Svo í heiminum sko Nei, En samt Já, en samt sko En nei, auðvitað var hugsunin Ég er ekki farið við fyrstöldin í Danmörku í 3 ár sko Þú hugsaðir ekki, ég ætla að vera Silkeborg legend Nei, það var ekki hugsunin síðan var maður Já, reyndar, helviti margir leikir Blóm og svona Já, nei En hugsunin var kannski ekki að ok, ég er farið til Silkeborg til þess að fara til FCK hugsunin var að fara til Silkeborg og til með Silkeborg upp í efstild og svo er ég þú veist eins og vorum að tala fjölskylduna áðan sko. Þú farið ekki að komast upp með það allt í einu halda að þú sért eitthvað svaka snillingur að þú ert að spila í fyrstu deildinni í Danmörku sko. Já, þú ert bara að sigra heim Nei, þú ert ekkert, come on þú veist Byrjar að svara síman og seint og illa og ekki alveg tíma að verið bara slaka ágamli sko. Nei, en ég held líka að það hefur verið og ég skipti sko í náttúrulega miður COVID það er náttúrulega engir áhorfendur á fyrstu leikjunum þannig að það var ekkert eins og að fara allt í einu bara í eitthvað allt annað, eða skilur þú veist, upp á það að gera þú veist, með allt í kringum Varstu komið kæru þannig? Já, hún komið kæru þannig Og hún fór með þér út? Hún flutti hún var að klára námið þarna þessi tíma og svo flutti hún bara út þarna sko. Hún er búin að vera síðan í fyrstöldinni í sko. Herðu, þessi Skagamenn þeir eru allir, þeir eru tvítir og þeir eru búin með kærtum sínum í svona 38 allir En hún er ekki að Skaganum Nei, en þessi Skagamenn, þeir eru bara lojal sko. Bara, ég ætla að segja að dóttur mín að byrja með Skagamenn það fyrir aldrei svona Þú spilaði heildina 125 leiki fyrir félagið og skora 16 mörk spilaði með frá 2020 til 2024 kannski byrjum bara opinni spurningu, hvað var skemmtilegasta tímabilið? Skemmtilegasta var síðasta það sem að við þú veist ég get alveg, það var geggjatímabil en það er samt svo klikka að hvert einasta tímabil á Silkeborg gerðist eitthvað nýtt fyrsta tímabilið förum við upp og vorum alltaf gott lið nenni ég ekki hérna en veist, það er leikmenn sem voru í þessu fyrstildaliði þú veist, þeir spilum alla Evrópu bara, þú veist, út allt sko FCK, Seldi Middlesbrough, Burnley hvað meira, Chicago Fire þú veist, út allt Voru það ungi leikmenn eða? Já, þetta er ungi leikmenn. Silkeborg er bara, þeir ná í unga stráka oftast og gera þá betri. Þeir kaupa aldrei eitthvað sem er fullmótaður sko. Nei. Tímabil nummer 2 þá lendum við í 3. sæti sem klúbbur sem var að koma upp. Og
og Evrópa já. komist í riðlakeppni Conference League og svo næsta tímabil þá spilum við í riðlakeppni Conference League, spilum við West Ham, Anderlecht og FC Esbje sem gamla Stói Búkarest. Það var geðveikt sko. Við vorum einum hálfleik frá því að skilja Anderlecht eftir í riðlunum sko. Og svo var ekkert byrjað að kroppa úr liðinu þarna? Jú. Það er bara endalaust nýtt liðum? Já, það er endalaust bara nýtt sko. Þarna, en það var svo sem sko, eftir bronstímabili seljum við einn til Brøndby fyrir, held að á þeim tíma hafi verið metfé innan Danmerkur. Svo seldum við hægri bakana okkur til Genk á þessum tíma. En við heldum samt alltaf svona core liðinu sko. Svo við vorum með ána sömu miðju. Ég og svo 2 aðrir. Bara frá því ég kom. Geðvögt. Í það þegar ég síðan fer sko. Og einn af þeim var bara skiptum lið í dag. Hver fór hann? Hann fór til Bodø Glimt. Á frí transfer. Hinn er komin í Norsjöland keftan. Þannig að þarna spilum við Evrópu og svo næsta tímabil að þá vinnum við bikarinn. Og það var langskemmtilegast. Við þurfum náttúrulega að taka það er kapitúli út af fyrir sig sko. Þessi bikarsigur, þú var besti maður keppnar og jafnframt leiksins. Ég takt okkur í gegnum þetta. Þetta var geðvikt sko. Þetta er bara, ég er ennþá að horfa á vídeo af þessum degi hana sko. Og þetta var ekki einhver orkudrykkjabikar eða þetta var bara það er bara 1 bikar í Danmörku. Þetta var hann sko. Þetta var 3. titill Silkeborg ever, takk. Á 100 ára sögu. Og þetta var svo stórt fyrir bara klubbinn og bæjarfélagið að maður fann það svo rosalega á deginu sjálfum. Allur dagurum var bara geggjaður sko. Við gistum á fórum til nú voru að stóla með Sjálands sem að kaupmannöfnum það allt er. Gistum þar alveg í 2 nætur áður en að leikurum var sem Silkeborg gera aldrei sko. Þannig að þeir gerir rosalega vel bara í öllu og halda rosalega vel utan þetta og þú veist að keyra inn á parkan þarna með bara 36.000 manns að labba á völlin og allir rauðir og hvítir Silkeborg og AGF þarna, þetta var bara klikka sko. Hlaupaðan ég þurfti að redda sko 48 miði með þetta þetta var bara þannig sko. Það kom allir félagarnir komið þarna og foreldrar og svo að vinna þetta bara geðvikt sko. Skora helst marg sem að tekja það með var sko. En það er ennþá samt örugglega bara eitt besta moment í fótboltanum sko. Ég kem að gjörsamlega hleyp út þar sem að vissi að félagarnir voru sko. Þetta var alveg bara stórkostlegur dagur sko. Tölum mikið við Arnór sko, stuðningsmenn í Svíþjóð, við Leifur fórum á parken fyrir 2-3 ára síðan, það var þetta FCK-leikur alvöru stemming, eru hinliðin kannski ekkert sýrið upp á stemming? FCK er bara different breed sko. Brøndby líka. Brøndby, þeir eru alveg bara. Þeir með bara ekki spila aftur fyrir framan áhörundur. Það er eitthvað, þegar úrslitaleikurinn í ár var færður til mitt herning. Út af því að þeir vildu ekki að FCK-stuðningsmennir væru á Brøndby-vellinum. Bara út af öryggishættu. Þannig rífurinn á milli FCK og Brøndby sko. Þannig að en ég að spila á parkan, fullum parkan á móti FCK er bara, það er ekki mörglið sem að ég myndi eftir í hug núna sem ég spila við sem er eitthvað sem er betra sko. Nei, ég trúi því. Sko, Silkeborg talar að kaupa aldrei tilbúna vöru, kaupa óþróskaða vöru og mótana. Sko, eins og þú segir, maður verður ekki ríkur að vera í svona liðum. Fyrst eitthvað nýja samninga, er eitthvað launaþangana? Nei, ég er með boðin í samningur hjá Silkeborg. 2 svar. Á þessi tímabili hann sko. En ég, það skipti mér svo sem launahækkun var aldrei ekki tanni sko. Í Silkeborg skilur við. Þannig að það var aldrei þessi virði að ætla eitthvað að binda mig í 2 ári viðbót þegar maður átti kannski bara 1,5 ári eða 1 ár eftir sko. Þannig að þú veist Svo maður að
spá sko að því að stundum kastast í kekki milli félags og leikmanns það var aldrei, kom aldrei til tals eitthvað að þú verið fristur eða myndi spila minna Nei, þjálfarinn tekur ekki svoleiðis mál sem hann heitir Kent Nielsen og hann fyrirverandi landsliðsmaður Danmerkur sjálfur spilaði fyrir Aston Villa og þetta snillingur þetta bara ég ennþá í frábæru sambandi við hann ringir í mig ennþá á 2 mánaða fresti bara að tala lífið og fótboltann og allt sko þú veist hann sagði alltaf við mig þarna það skiptir engu máli með þetta þarna eins og ég var að segja áðan ég þarf að velja besta liðið mitt til þess að ég haldi áfram að vera þjálfarinn þannig að ég ekki að fara að frista 2 eða 3 eða 1 eða þið skilju það ekki að fara að gerast sko. Ekki líka gaman að fara úr klúbb þar sem þú ert ennþá við liðin ennþá í sambandi við þjálfaran ég efast Arnór sé að hringja mikið í John Eustace í frítíman sínum sko. Þú veist ég meina að því að þú hefur alveg getað þurft að vera með vesin eða verið samlingsbundin eða bara klára þetta fagmannlega Jú, það var liðið ekkert pirra út í að segja bara Jú, þeir voru alveg ekki sáttir sko. Því náttúrulega keyptur frá Silkeborg síðan sko. Það 86 mánuði eftir sko. 86 mánuði eftir? Já, sem var rosalega skrítið að ég ætti í dönsku deildinni 800 pund stendur á Transfermarkt Já. Þú voru að spurninga annan en mig Þannig að jú, ég kann rosalega mikið að meta það var í raun og verið ekkert það var aldrei neitt á milli mín og þjálfarans eða aðstoðarþjálfarans Við vita, var maður pirrar út í sportchefin að hafi ekki bara sagt já við þú veist, einhverju skítatilboði sem kom fyrst sko. En þú veist ég síðan hitta núna bara þegar ég fór tilbaka til Silkeborg og það þú veist það allir bara góðir sko. Já, og svo þeir náttúrulega bara auðvitað raskat að sjálfu sér sko. Já, auðvitað, það allir bara og það alltaf, ef allir eru jafn pirrar yfir dilnum, þá var þetta flottur dill. Það þetta hárrétt hjá þér. Hann á að vera. Já. 31 leikur og 11 mörk á lokatímabilinu. Endar þetta alltaf með stæl. Það vil svolítið vera rauði þráður í þessu. Já. En þá kannski ég spurði áðan hvernig vissur eru aðdur maður í fótbolta, þannig að búin í Silkeborg, geði tímabil. Hvenær vissur ég alltaf góð að verða Silkeborg. Það veit löngu maður. Er með þetta að þín? Já, nei, ég líka sko, ég var færið hans ofar þetta tímabil. Ég var eiginlega að spila sko, Silkeborg spilar jólatré, 4-3-2-1 jólatré. Já. Það ekki kantarar í Silkeborg. Þannig að ég var einn af þessum 10 sem hendaði mér rosalega vel í þessu leikkerfi sko. Já. Þú veist, einhverja vegna þá bara hitti ég bara á svakalegt þú veist, gólskoring. Ég náttúrulega ennþá með samt, þú veist, hausin á mér samt ennþá markaskorur, þátt ég sé engin markaskorur í dag sem 6 skilur, en þá veit ég alveg. Ertu stundum í leik bara eitthvað röltin í teig og þjálfarið bara, hvað er það að gera? Nei, ég fæ ekki gera það í Preston sko. En þarna, þetta tímabil, þú veist, þá fekk ég miklu meira frídóm að kom mér inn í tegin og ég var búin að spila bara 8 3 ára undan í Silkeborg sko, og hitti bara á bara að vinna fyrir því náttúrulega bara Var það alveg mörk eða? Já. Sorry, hvernig spyr ég? Nei, það er kannski aðstæðilegt að ég segja, en það eru svona 4 eitthvað sem hlustendur að googla sko. Ég skora 3 á 8 mínútum. Já, það er þetta rosalegt á móti Íslandingarleginu Lungby. Já, wow. Var Freysið þá þjálfari? Nei, já, Freys. Fyrsti leikur Gylfa sig fyrir Lungby. Wow. Það svolítið. Hann gleymist. Það var með front row seat. Það var með front row seat. Já, ég skora, já. Og slöktir að Freysa á 8 mínútum. Það var fullkomið 3. Það var fullkomið, hægri vinstri skalli. Það var hægri vinstri skalli. Já, takk, á 8 mínútum. Það hlýtur að vera, eitthvað með, held ég. Ég þekki. Jú, við segjum það. Íslendingur yfir 1.90 sem að skora. Já, þetta moment sem að hlustum geta að googla. Sæll, fullkomin 8 mínútum debut á Gylfanum. Já. Við ætlum að fara okkur í hausin og almennt rant í boði Dynot. Bókabór, panta, mat, rafræn gjafabréf, salur fyrir viðburði. Ég er að útskrifast á laugardaginn. Já. Ef ég fæ ekki 10 Dynot rafræn gjafabréf, þá verð ég brjálaður sko. Ég mitt, sko, er búin að bóka borðið gegn Dynot fyrir útskriftina þína. Fyrir útskriftina þína? Þetta fara með buðið það? Já, við erum náttúrulega villustýrið þessu, þannig við þurfum að leggja á ráðin, plana hvernig við getum. Og sást ég sendið puntaðan í dag? Já, ég sagði skipulaði maður. Ég sagði enga neðabeltisbrandar þetta. Sko, við fengum kollegaðinn Arnór Sig
til okkar, hann er komið nokkur sinnum og við höfum rætt þetta mikið, sko, þetta er ekki sami dans á rósum, kannski þetta lítur alltaf út til að vera atvinnumaður, sko, en ef við horfum hins vegar á ferlinn þinn, þá hefur hann bara verið nokkuð stöður upp á við, lítil sem engin meiðsli og eins og talar í Silkeborg, Já, 7-13 stígandi í þessu, já sko, byrjum bara því kannski stærsta áfallega mótlæti sem að þú lendi í á ferlinum eitthvað til. Já, það eiginlega bara erfitt eitthvað sem núna sem ég hugsa til, sko, þetta eiginlega svolítið rétt að það hefur verið svolítið bara góður tröppugangur í mínum ferli, sko, eftir ég fer út, sko. Og líka bara, kannski lykilpunktur sem Leif sem kemur inn á er að allavega með að við stats og leiki þú ert bara availability þess að stability. Já, ég er eiginlega eins og 7-13 er eiginlega bara aldrei þannig, sko, þú veist, meiddur, sko. Núna, hinga til allavega, sko. Ég hef verið mjög heppinn og bara séð vel mig, sko, og þú veist, með fólk í kringum mig sem að hjálpa mér rosalega mikið, þú veist, að þú veist, það hefur ekki verið eitthvað svakalegt áfall eða setback eða neitt, þú veist, þannig, sko, sem að ég man, sko. Nei, sko, að vera atvinnumaður í fótbolta, það er líklega ekki að spila bara laugardögum, það er allan ársins hring 24/7 eða. Já, og sérstaklega eftir ég fór til Preston, sko. Ég var bara á hótelinu bara 31. desember, bara hringi kæristuna bara gleðilegt nýtt ár. Já. Og svo bara séði 512, það er leikur á morgun 12:30 1. janúar í Birmingham, þú veist, þetta er bara þannig að það er alveg leiðilegt, sko. Já, munið þegar Ríó Ferdinand var að láta vorkina sjálf sér á gamlarskvöld, munið getur þið segja hann eitthvað, njóti vel með áramótin, ég þarf að vera að spila á morgun og það er eitthvað, þegjum eitthvað 5.000 milljarðar á ári, sko. Og svo er það, þú veist, ef maður þarf að sleppa því fyrir þetta, það er nú minnsta sem það getur gert. Minni mér reyndar á Neville, sko, sáu þið það? Nei. Það var, mér leiðist gamlarskvöld svo mikið, þá detti úr rútinu, þannig ég er bara komin heim klukkan 12. Drefti mikið. Akkur kemur ekki ofta þessi gæði Mjög leiðilegur. Já, hann er svoleiðis. Sko, svo ferðu til Preston. Kannski byrjum á því úr Silkeborg til Preston. Er þetta algengt múf? Er þetta ekki frekar stórt? Jú, þú veist, þetta var heldur stórt múf, sko. Þú veist, en eins og ég sagði áðan, Silkeborg er búið að selja alveg bara heilan helling, sko, að leikmönnum, en jú, þetta var bara mjög stórt fyrir mig líka, sko. Mér langa leið og ég heyrði frá umboðsmannum að England væri inn í myndina, þá bara sagði hann að droppa öllu og kýra á það, sko. Þannig að, já. Og er það Óli Garðar, segja? Nei. Þú varst með Óli Garðar, segja ekki? Jú. Já. Bara hann fjúka? Í byrjun. Ég er hjá Styrr, heita þér. Já. Henrik Böttger. Já, við heitum góð kvöldum. Þá fengist ég nú vita að Freysa við heyrti þér og Kortrygg. Já. Það? Ég held að það meira að verið opinbert. Já, það var opinbert. Þeir lögðu inn tilbúð, hvort það var í glugganum undan. Við erum með þeim að skrifa hjá okkur, þú þá hendi í King Bleu á hér 0. Nei, ég hendi ekki á hér 0. En ég var samt bara á því að ég átti 1 ár eftir að samning og þetta kom rosalega fljótt og vorum komin undanúrslit í bikarnum, Silkeborg. Þannig að, þú veist, og klubburinn endaði samt síðan segja nei, sko. Þú veist, Silkeborg neitaði því, sko, út af þessu líka. Við vorum ennþá í sens að komast í top 6 og að komast í úrslit í bikarnum. Og á þeim tíma var ég bara of mikilvægur til þess að þeir vildu selja mig þannig, sko. Já. Þannig að maður skjótin einni að þeir áður kveðum Danmörku, kannski bara seinast að hvað varstu lengi að ná dönskunni? Herði, ég var svona, sko, ég skildi allt eftir svona, ég er ekki að segja þetta 2-3 mánuði, sko, en svona hálft ár skildi ég allt, sko. Lagður mikið á þig, eða? Nei, þú veist, ég var ekki hjá kennara eða eitthvað svoleið, sko, en í dag, þú veist, þá tala ég bara dönsku við Henrik, sko, umboðsmann minn, sem er Dani, og þú veist, með danska liðsfélag í Preston sem ég er bara ógeðslega góður vinur með og það er bara danska og þeir líka lögðu mikla áherslu á Silkeborg
að ég myndi læra dönsku. Það var ég og 2 hollendingar þegar ég kem. Allt eitt ára Danir. Merkilegt. Og þeir segja mest bara Danir líka. Já. En þá spyr ég kannski bara sama eins og við tölum áðan þegar þú fer frá Skaganum í Silkeborg með fullu virðingu fyrir dönsku deildinni, hugsaður til dæmis ekki bara þarna að fara í FCK Midtjylland eða eitthvað, hugsaður strax bara þarna ég get farið ennþá herra? Já, ég hugsaði leið og Championship koma, ég verð að prófa það. Ég verð að sjá hvort að ég geta. Þannig að, þú veist, svo ef það hefði klikkað, þú veist, þá út af því að mér finnst, maður kannski að skipa nokkur milliskrifum eftir Silkeborg að fara beint í Championship-dildina, sko. Þú veist, kannski að skipa einhverju liði í Hollandi eða einhverju liði í Belgíu kannski eða eitthvað skilur þannig að það var eiginlega bara no-brainer að stökkva á það, sko, og þú veist, ég enda síðan á að spila og í miklu stærra hlutverki heldur en þar sem að ég og umboðsmaður minn og pabbi og Steppi frendi vorum búin að tala áður en ég fer til Preston hvað væri ásættanlegt og hvað ég sáttu með sem fyrsta tímabil, sko. Þú veist, þannig að það annað, þú veist, þegar klubburinn setur sig í samband við þig og umboðsmanniðinn, er lenskan að lofa öllu fögru? Nei, þjálfarinn þá sem að hann sagði bara, þú veist, þú ert að koma inn sem bara, þú veist, inn í skotið. Við erum ekki að fá þig til þess að fara að leiða liðið, sko. Rotation player eða? Nei, hann sagði það ekki. Hann sagði, ef þú ert bestur, þá spilar þú. Já. Hann gæti ekki lofa. En hann gæti ekkert lofa mér að sagt bara að þú munt fá startið í byrjun og svo ef þú ert lélegur þá tekur við út. Það var meira, þú þarft að koma og sína það á undirbúrstímabilinu að þú átt að byrja, skilur. Þannig að það var alls ekki, ég hef allan ekki verið með þann þjálfara sem að í dag, þjálfara bara í Preston dag er alls ekki að lofa neinu eða neitt, sko. Ég hef ekki verið með þann þjálfara, sko, sem er svoleið, sko. Sko, mér langar að rósa Stefáni, ég er nú hitt hann í fyrsta sinn í kvöld, sko, en ég man að fréttaflutning var að við tölum Freys á hann, Kortrík, sko, og alltaf fréttaflutning var þannig bara eins og hann hefði ekki áhuga á þessu og þá fór ég einfeldi minn að hugsa bara þessi gaur, herru rólu og þessi góður Silkeborg, sko, hvað þetta hún er kallt og góður fyrir Freysa en greinilega er með, og við höfum bara séð það með landsliður sem við tölum eftir bara alvöru geðaplegir og ég held að við séum ekki ennþá búin að ég held ekki getum séð að spila ennþá herra þú veist, hversu fljótur þegar þú mætir inn í Preston hversu fljótur varst átt á þig bara já, ég get alveg spilað hérna bara Day one. Það er svo aðstæðlega að segja en bara eftir viku, sko. Þú veist, þá, og það Championship leikmenn eru svo, þetta er svo sérstök típa oft. Já. Þú veist, ef þú horfir á Championship, þessi deild á sig bara sitt eigið líf, sko. Já. Þú veist, ef þú tala við alla sem að, og tala eftir í fyrir Preston og tala við strákan í landsliðinu eldri sem að hafa verið spilað í Championship, þú veist, þetta er allt annað en bara alla deildir. Danska Superligan, Championship, bara munurinn á þessu, kannski heimskuleg spurning. Já, en munurinn er 24 liða mútið 12 til dæmis að leikja álæðið er náttúrulega bara allt annað. Þú veist, ég spilaði í ár með landsliðinu og Preston 52 leiki eða eitthvað, sko. Sæll. Og munurinn er rosalega fram og tilbaka. Championship er rosalega mikið fram og tilbaka á meðan að danska deildin er taktísk. Það er rosalega liðin leggja rosalega mikið upp úr byggja upp sóknir, spila vel, eitthvað svona, skilur en maður í Championship, þú skal vinna. Já. Þú veist, ef þú þarft að setja hann upp í kanalinn til þess að vinna og snúa, þá gerum við það, sko. Já. Þú veist, og það eru rosalega mörg lið í Championship sem eru bara old school, harðir, seinniboltar, þú veist, til þess að vera yfir í Championship leik þarftu að vinna endalaust af seinniboltum. Það er svolítið svona, finnst mér munurinn að ég þurfti að venjast aðeins í byrjun var hversu mikið fram og tilbaka þetta er. Þú veist, þetta er ekki bara svona taktíst fram, þú veist, færslur. Þetta er rosalega mikið bara transition leikur oft á tíðum, sko. 10 leikir, Preston Silkeborg, hvernig fer þetta? Ég held að í dag Þú í báðum liðum? Já, ég í báðum liðum. Ég held að Preston taki er þetta á gervigrasinu í Silkeborg eða er þetta á 5 og 5? Er þetta í Deepdale í janúar? Það eru 5 Það eru 5 og 5, já, ok.
á Deepdale í janúar tekur Preston 5 af 5. Ég held að Silkeborg gæti tekið einn á Gerðugarsson, sko. Ef að, sko áðun ég spyrir hvaða lið komu önnum til greina FCK eða Preston, hvort það eru valið? Ég hefði valið Preston. Já, rétt svar örugglega. Já, en legit, að mér langaði svo til Englands. Já. Þú veist, það var rosa mikil áhugi þarna á þessum tíma. Við erum með þetta Derby og Queens Park Rangers og eitthvað fleira. Já. Preston var alltaf nummer 1. Eftir að koma inn var Preston alltaf nummer 1. Af því að þú veist Preston, Derby og QPR, þetta ekki dóltið svona potato eða hvað, sorry. Jú, þú veist, jú. Segir sem Jón Dubæ, sko. Jú, þú veist, þannig, sko, held ég, sko. En ég vil samt segja, ég ætla ekki, bara við virðingu við Preston og þú veist, að ég ætla ekki að fara að segja já en nei við öll liðin sem höfðu áhuga, en það var annar klúbbur á Englandi sem hafði áhuga, hitti bara Nei, ég hafði ekki heyrt það þegar allt í unni stóð í blöðunum að ég var að fara að þangað, sko. Já, er það? Já. Ok. Þú veist, stundum það þannig, en oftast eitthvað til í því, sko. Já. En þú veist, allavega þegar ég man deginum þegar ég fer til Preston og þá ég bara að lesa að það sé einhver svaka slagur í gangi. Já. Og ég bara sitt í flugulinu bara leiðin til Preston og ég bara, hvað er þetta? Samt varst ekki bara, hvað lið er þetta? Já, ok. Já. En þá, þú veist, varst að segja okkur þetta fyrir þátt, þarna því þú sagðir og fórst uppalega ekki út í atvinnumennsku til að vera ríkur, en já, því svona smá svimaði þegar þú sást launin sem Preston buður. Já, það var aðeins munur á því og Silkeborg. Já. Það er 24 liðarna og sko, eins og segir, þessi deild á sér bara svolítið líf út af fyrir sig, sko, ég man alltaf þegar Luton kemur upp og maður sé bara aðstöðumun á þeim og öllum hinnum. Hversu breytt bil er þetta í dag? Af því að það eru þetta væntanlega fullt af peningum að setla niður deildirnar þarna. Já, ég held að þessi rosalegt bil, sko. Þú veist, við spilaðum við 3 Premier League lið á tímabilinu. Við spilaðum við við slóðum reyndar Aston Villa út í Carabao, en ég held að það skipt 10, sko. Já. Svo spilaðum við Aston Villa þar sem við vorum með sterkasta liðið sitt og Arsenal þar sem við vorum með 7-8 startera. Við áttum ekki break, sko. Í Arsenal? Nei. Ég man eftir þessu leik, já. Ég snýri mér hringi þarna á stundum, sko, þegar við spilaðum Arsenal, sko. Manstu hverju var inn á, eða svona? Já, Saliba byrjaði. Já, Jesús, hverju voru fleiri þarna? Þú hefur nú kukkað Declan Rice á þér. Ricearinn, já. Michael Merino var þarna inn á, Martinelli var á einum kantinum, Saka kom inn á, Gabriel Jesus startaði. Kífjör hafi startað líka. Hvað er besti og vesti völlurinn í Championship til að spila? Úr frá þessu tímabili? Já, besti og skemmtilegasti var, með stemningu þá öllu bara. Já, til dæmis bara að þú væri bara að fara sem túristi, sko. Já, Leeds. Já. Leeds, different, sko. Já. Og versti? Versti, sko, verst. Var einhvers staðar hostile crowd? Já, Jesús, Millwall. Já. Grínast það. Það bara hitt upp við við vekkir að þú fegst alvöru blótsýrið, sko, það sem að eiga ekki við neinstaðar, sko. Nei, ekki einu svona eftir dark, sko. Nei, þau ekki bara, þú veist, það er proppið rugl, sko, sem að kemur út úr sem er fólkinu þar, sko. Skrítið, þetta er nú skynsami menn sem verður stöðið með fólk, sko. Já, lentir ekki í brassi hann eftir Pallas hann? Já, það er bara, já. Bara vel, en já, þú veist, honorable mentions, Sunderland, var helviti gaman, sko. En mér langar að koma með einn áhugaverða punkt, sko, þegar þú talar að hún spila bæðum á Arsenal og Aston Villa, sláði Aston Villa út, sko. Töpum Aston Villa. Já, töpum Aston Villa, þarna, mér langar að spyrja þig, við erum séð núna trekk að nýlegaðnir er að fara beint upp í Prem og svo fara beint niður aftur. Þetta veit ég, þú voru ekki spilaði í Prem, þú spilaði móti eitthvað eins og liðum og gapið mikið, en heldur að verða eins með þessi 3 lið sem voru að fara upp núna? Ég hef mesta trú Leeds. Já. Að þeir geti, mér fannst Leeds langbæstir í ár, sko. Já. Þú veist, en Burnley voru bara svo rosalega sterkt lið, bara einhvern veginn, þú veist, massíft lið, sko. Já, fengur líka eitthvað 2 mörk á sig eða eitthvað, sko. Já, þú veist, þetta var bara ruglandi tímpúti, sko. En svo unnum við að reynda 3-0 í byggarnum, sko. Já. Stefán er byggarkall. Já, ég er byggar, sko. Ekki verið að taka það, sko. Nei,
ég hef ekki mikla ég sé ekki Sunderland sko nema þeir styrki bara eitthvað svaka sko. Það reyndar aðra Netflix-seríu þar takk. Já, ég held að það sé geðveikt sko. En ég held að það sé en þú veist, það er geðveikt að spila í til þess 2 klúbbum í Prem, Sunderland og Leeds. Já, geðveikt. Þriðja liðið var aftur Burnley. Já, Burnley, sorry. Áður við förum í tímabili ár sem var liða 47 leikir í heildina áður svo spóilinu aðeins 3 mörk líka. Já. En Akró alltaf aftarlega. Allt app aðgengilegt Já, strækir í skaganum. Já, ég reyna að segja þetta sko. Þeir skilja ekki því sem segja alltaf kunni ekki að skalla og ég ekki hvað. Sorry, ég greið fram fyrir þér. Já, ekkert mál, þá rífur bara Símon og síniði fullkomnu þrennuna eða ekki, 8 mínútur takk. Já, fyrir þá sem vilja stunda viðskipti með hlutabréfi Kauphöll Íslands, þá gerir það auðvitað hjá Akró, fylgjast með markaðan í rauntíma. Það ekki þessi 15 mínúturna. Já, ég held okkar með að fara í Íslandsbanka. Senkun. Já, þú skátaðir það? Já, ég held það bara, ég ekki sko. Ég held að allir hafi tekið þetta sem ég googlaði allavega. Korki játanir neita hana. Ég get nú bara flett upp listanum. Já, það eru 0 þar á bakvið. Það eru nokkuð 0 þar á bakvið. Já, það er bara 0. Þetta var hart hjá þeim. Já, svo glerhart að segja það. Jú, bæti nokkur 0. En þeir sem voru duglegir hafa væntanlega. Ég var í lönns í dag með Björn Ötter í Akró. Sem kóngurinn. Birni, já, það kóngurinn. Björni Ötter, Birni Ötter að segja. og svo þetta Höstrandmenn, 15% afslutum með kóðunum CAD á heimasíðunni, sko. Þessi krómuðu kaffivélar, þetta er alveg stofist á, Stefán. Eða vantar eitthvað í stofuna? Já. Með þess að þú drekkur ekki kaffi, sko. Nei, ég þarf samt að redda kaffivél þegar pabbi að koma, sko. Já, einmitt, já. Þú ert ekki kaffi? Ég er bara, ég er búin að reyna, sko. Ég er búin að reyna að þroskast, en ég bara ég þarf kannski bara að fá eina svona vél sko. Já, ég held að ég græði það mögulega eitthvað gott sko. Pappans vill líklega samt bara pumpu sko. Já, svart þetta bara ítir hérna. Vill ekki sjá þetta. Hvað er þetta? Herri, 47 leikir í heildina og 3 mörk sko. Það voru ekki leikir. Hvað segirðu? Það voru ekki leikir hjá hann. Nei, 47, þetta er ekki neitt. Liðendar 20. sæti sko næstu í falli byrja á endan. Já, byrjum þar. Hvað gerist í lok tímabils? Ég skilði það ekki sjálfur sko. Það eftir landsleikjahlið í mars þá bara hrynur okkar leikur. Bara gjörsamlega hrynur. Við mistum aðalmarkmann okkar í meðsli. Einhver frík meðsliðan sem var með personal trainerunum sínum og meiðist á akla. Já. Einhverjum hoppum inn í gymminu sko. Já, bara einhver Aguero meðsli bara. Já, algjört. Þú veist, missum nokkra en við, samt 8 leikir án þess að þetta var galið sko. Þú veist, það var engin að hugsa, við vorum bara að hugsa þarna eftir landsleikjahlið bara next season. Við vorum að hugsa bara, gætu við sett út af því að við vorum með gott prógram sko. Við vorum með liðin sem að voru fyrir neðan okkur sko. Já, þannig að það náðu að tengja nokkuð sigra. Já, við hugsum svona, við náðum kannski að tengja 2-3 sigra, þú veist, það voru kannski konur bara allt í henni upp í 10., 8. skilur við. En það fór bara öfugt sko. Þú veist, við fórum neðar og neðar og neðar hverju umferð og liðin fyrir neðan okkur unnu og síðasti dagurinn síðasti hvað segir maður? Bara síðasti dagurinn, síðasti leikurinn. Nei, ég leið svo illa að þetta var bara hrikalegt sko. En leið illa, þú veist, auðvitað var maður ógeðslega stressaður, skilur, að þetta er bara risa stórt fyrir mann sjálfan og fyrir stuðningsmennina og þú veist. Þú fannst það líklega eða hvað? Já, þú finnur það hjá stuðningsmennunum þegar að, þú veist, ekki ganga vel, sko. En þú veist, við náðum að klóri 1 stig hérna og West Brom tók Luton og pakkaði þeim saman. Já. Þannig á lokadeginum. Þeir bjargaði ykkur? Já, þú veist, það er þetta að segja það sko. Þeir hafi bjargað okkur sko. Þannig sé sko. En hvað gerist? Ég skil það ekki sko. Ég bara andjóks, þú veist, ég var svolítið eftir, ég bara hef ekki einhvern veginn náð að klukka hvað allt í hennu gerist sko, hvað breytist sko. Sko, áðun ég spyrði bara, þú ert pottitt, bara máttu vera mjög ánægð með þetta tímabil, mætir henni og spilar alla heldist leiki, alla mínútur, ert líkil maður nýkom frá Danmörku til Preston. Varst þú
solid, eða sérst, varstu jafnt og þétt betur og betri eða hvernig fannst þið þú? Já, ég byrja sterkt Já. alveg mjög sterkt svo droppar aðeins svona eftir nokkra leiki þar sem að ég bara var ekki nógu góður og svo var ég að koma inn á en þú veist sem einhver impact leikmaður þú veist hvað á ég að gera á korteri sko, sexa þú veist þannig að það tók smá tíma en þegar ég fæ síðan hvort það sé byrjun desember þegar ég spila bara síðan bara 90 eða þú veist, eitthvað svona þá bara var stígandi og var bara mjög góður þannig að desember, janúar, februar, mars sko. Kannski þetta heimskuleg spurning en þú veist maður vill alltaf spila þegar maður fótboltamaður en í þessu álagi ertu einhvern tímann bara ég vona sér að bekknum þetta ég veit að ég var það Nei, þú veist, þetta settum að bekking fyrst þarna var ég alveg bara shit hvað það er erfitt maður þú veist, og það er leikur í deildinni alltaf þú veist, það er bara algjör þrugl sumli eru með Evrópu og þú veist þá kannski getur við kúplað út úr deildinni kannski aðeins, skilur, það er bara öðruvísi en hjá okkur er bara, þú ætti leik á laugardaginn og svo er bara leikur aftur á þriðjudaginn eða miðvikudaginn, svo er bara aftur leikur á laugardaginn og þetta er allt í deildinni, skilur svo bara allir er búin að tapa 4 leikjum af síðustu 5 og þú er bara komin í 17, skilur Er ekki bara stundum að valla tekur sig að fara heim til sín eða? Jú, stundum leið manni bara eins og ég væri ekkert heima sko. Þú veist, í desember spilum við 8 leiki eða eitthvað sko. Já, ég held að það veri eitthvað svoleiðis sko. Þá leið manni sem að væri ekkert heima hjá sér sko. Og en svo þegar ég byrja að spila 90 þá einhvern veginn svona rytmi? Já, komst maður bara í rytma og það er náttúrulega ekkert æft sko. Nei, bara spila. In season, það sem komið rosalega óvart eftir því fótið Preston, það er ekkert æft, þú veist, það er ekkert æft af ákjafð, það er rosalega mikið taktík. Kannski pre-season bara. Pre-season er erfitt, pre-season er erfitt og þá þarftu að koma þér, ef þú missir að pre-seasonu, þá ertu svolítið bara fucked sko, þú veist, þá ertu eftir á bara, þú veist, og það er ekki það er til dæmis ekki, eftir hjá okkur við erum ekki með neitt varalið eins og í Silkeborg, þá gafstu bara að spila 2-3 leiki með varalið og þá ertu komin í leikform. Þú veist, en hjá Preston er að þú byrjar ekki í 4-5 leiki og svo ertu bara að byrja standa sig, halló, eða skilur þú veist, þannig að þetta er svona þú veist, þetta er öðruvísi sko. Hvernig fílar það að æfa ekki ágæðið tímabili heldur bara að spila? Það getur þú að spila En það er jafnleiðilegt þegar í byrjun kostum tímabúndi þegar ég var ekki að byrja en ég fíla það rosalega mikið sko. Þetta er það er ekkert hægt að æfa sko. Veist, þannig að maður er bara í svona rytma maður er bara, daginn eftir leik þá þarftu að gera ákveðna hluti sem að bara fysjónir og fitnessstjálfarnir bara, þú veist, það er ekkert að ráða hvort þú var í kalda eða ekki sko. Þú veist, þeir bara standa hérna jips, upp úr þú veist, þannig að það er rosalega og maður er kannski aðeins minni að fá sér líka kaldan eftir leik Já, það er ekkert sko. Nei. Ekki neitt sko. Það er ekki eins og fyrir nokkrum árum á Englandi heldur sko. Nei, ég held ekki að það ekki blöma vel Já, sko hvernig, það voruð einhverja breytingar á hópnum eða hvað? Já, sorry, kannski byrjaði sko að við hjóum eftir einu fyrir þátt þjálfariðin hættir eftir 1 leik Já Hann ákvað hættir eftir 1 leik Leist ekkert á þig Hann sagði ég það bara að fara í Nei, hann það var eitthvað súrt sem ég kannski sensaði ekki alveg þannig sko, jafn mikið og restin sko. Það var eitthvað súrt milli hans og stuðningsmanna eftir síðasta tímabili þar sem að þeir líka enduðu svakalega illa, bara skoruðu ekki í 5-6 leiki með röð og og já, það bara gekk ekki alveg nógu vel og svo einn daginn að þá eftir Sheffield United heima í fyrsta leik að þá ákveður hann bara að hætta að þá er bara, ég er að keyra bara frá Manchester til æfingasvæði og þá bara kemur alltaf í SMS bara allir sem er í kringum svæðið þú veist, það var mætti fyrir 9:30 bara kl. 9 kemur bara allir sem er í kringum æfingasvæði getið komið núna og ég bara, býttu hvað er þetta og þannig að ég bara þú veist, keyrði bara áfram náttúrulega og komur hann að er alltaf komin bara 509 eitthvað og svo bara 5 mínútur
nei, svo mæti fyrirlið mér á leiðinni út og þá kemur hann bara, heyrðu, the gaffer is leaving og ég bara, Já hvað meinar hann leaving? Búin að vera allt pre-seasonið og... Já, búin að vera allt pre-seasonið og búin að ná í fullt af leikmunum og þú veist, Hannes leikmunum og þig til dæmis og ég vissi ekkert hvort að það þið bara gott eða slæmt fyrir þig gott eða slæmt, skilur við, þannig að já, og svo bara kom hann inn í klefa og sagði nokkur orð og sagði bara bless, sko Já, og inn kemur Paul Heckingbottom, kóngurinn sko, mér langar að spyrja endi í 20. sæti voru maður að tala fyrir það að budgetlega sé, það bara flott hjá liðinu að halda sér uppi þannig maður velti fyrir sér sko af hverju ætti þetta að vera eitthvað betra næsta sísón? Ég held að með réttu styrkingunum eins og þeir eru búin að vera að gera núna það eru konin 4 leikmenn inn ég held að við mistum einhverja 7-8 sem eru undir samning og með þennan þjálfara og þetta þjálfara teymi að þá munum við ná mun lengra heldur en á þessu tímabili þegar hann fær að setja sína leikmenn þá held ég að og ég hef trú á því hvernig þeir hafa komið þarna inn að þetta mun verða betra sko. Já. Er þetta því að svaraði en Championship heimurinn er mjög harður erum ekki kannski að bara bera smá virðingu fyrir Preston að halda tryggð við þjálfarann eða eitthvað? Jú, ég held það sko en ég held bara að frá því hann kom inn að það hefur verið rosalega jákvætt frá út af því að eina sem var lélegt hjá okkur þannig séð voru þessir 8 leikir í lokin sko og reyndar að tapa rosalega mikið af stigum í lokleikja sem var lélegt hjá okkur sko. Ég er með eina kenningu sem er mögulega svo og kannski hún röngja mér og þá leiðréttir hana að mögulega slaka menn á þeirra kannski vita að ekki var að falla og ekki komst upp. Þetta er örugglega einhverju sko. Þú veist, einhverju í liðinu sem hafa verið hana lengi og... Þó enginn ætla að gera það sko. Nei, ég held að sé bara þú veist eitthvað innra, þú veist, hjá manni sko þannig að en ég fann það samt aldrei eitthvað þannig sko, þú veist, það er kannski erfitt hjá manni að finna það sko en ég hef trú að þetta verði gott sko. Já, við vonum það sko, fyrir fótboltanöllarinn sem að hlusta sem eru helviti margir eiga þeirra þekki einhverja konga sem að spila með sér lið fyrir utan Stefan Tate Robbie Brady Já, Norwich Legend Burnley Legend hann þarna annað nei, þetta eru rosa mikið strákar sem hafa verið í Championship lengi sko nokkri sem hafa verið búin lengi í Preston kannski ég þekki aðstoðarþjálfarann Stuart McCall nei hann er fyrir eldri sko hann er gamla sko hann er skoskur fyrir skoskur landsmaður á fullt að leikja fyrir Everton Rangers hvernig bolta spilar hvernig bolta vill Preston spila og hvernig bolta voruð að spila við fyrir utan að því restina restina, við getum ekki tekið það með hann sko. Nei, eftir að hann kom inn þá hann vill spila og vill reyna að fá einn leikmenn núna til þess að spila og ekki vera bara eitt af þessum Championship liðum sem að, þú veist rosalega, þú veist en þú þarft samt í Championship þarftu samt líka að vera það lið ég ætla að þú ert bara barinn ef þú ætlar að, skilurðu ekki að vera með í því þannig að maður þarf að vera svolítið svona blanda í Championship sko. Já, því ég veit að við erum að fara í landsliðið eftir þetta og þar eru að fara að spyrja hvort að landsliðið getur spilað sambandbolta en maður spyr sér líka í einfeldi sinni sko, getur Preston spilað eitthvað brasilískan sambandbolta? Já, svo er það Ekkert æft? Nei, þetta er sjágrasið okkar í janúar sko. Það var alltaf grasað sko. Færum okkur í landsliðið sem er á glænýju grasi en Payday einfaldari leið til að reikna laun hafa yfirsýn og bara einfaldari lífi þægilegir þetta er þetta góð vísa þannig að hún er kannski ekki dótt kveðin en málið er bara að það er svo gott að hafa þetta myndrænt outsourca þessu og sko fyrir þessi litlu og meðalstóru fyrirtæki þá kostar þetta ekki neitt sambúrið við Nei, mánaðargjaldi er í alvörunni ég er ekki að segja þetta bara því að þeir eru samstæðar ég bara skil ekki hvernig þið gerir þetta á sem verðum En það er ég forvitin að vita markaðslutin ég hugsa annarkvert bara 80% af litlum meðalstórum fyrirtæki sem er einhvers konar rekstri síðan nota Payday í dag sko. Annars er brjálæður En ég hef ekkert fyrir mér í því En að landsliðinu Þú ert nú þegar komin í 30 landsleikina þráttur til ungan aldur bara 1 mark, hvað? Já
Setja í strækirinn bara? Nei, það ekki, setjum maður svo var Herru og strættar í hafsendi í síðasta leik. Ég var í Þú hefur hafsend, aldrei getað verið í strækir. Já, ég get spilað allt maður Já, 30 landsleikir, það er helviti gott sko Hvað segir maður þegar þjálfarinn segir, herru, þú verið í hafsend með þessu leik? Hvernig leist þér á það? Já, bara flott, ég skal bara gera það fyrir Já, já. Gekk nú ekki, þú Nei, varst alltaf leiður þetta kannski? Nei, þú veist Eða varstu lélugur eða? Sko, það er eitt moment sem að bögga mig ekkert eðlilega mikið, það er markið sem er skorað þarna. Ég var á leiknum sko. Já, ég man ekki hvort sé fyrsta annar markið, það sem að það triggeraði mig. Já, mér líka. Ég sem bara nenn að horfa á leikinn aftur sko. Nei, ég var ekki ástæðu til að þarna þegar það kemur sko sending inn fyrir, ég næði góðri tæklingu á hann og boltinn fyrir svona út, já bara fara á kláran sko. Já. Þú veist. En ég einhvern veginn bakka, reyna að fá Bjarkastein út og ég lendi bara í einhverju bara asnalu bara miðjumóði einhvern veginn og sending að baka mig crossmark skilur. Og þú veist, það er bara skilur það bara mér og ég tek það alveg en fyrir utan það einhvern veginn þú veist, þá var þetta bara, þú veist, eins og restina liðinu sko. En er ekki samt erfið sko, þegar við erum búin að tala um 2 stöður í kvöld, við erum búin að tala um strækjar, svo stuð þarna í jólatrénu hjá Silkeborg og svo ætlum búin að vera 6 hjá Preston en það lítur að vera erfitt að fara úr þessu niður í hafsendur allir að bæla ykkur rángstöður er það ekki? Jú, það var mjög erfitt sko. Það var mjög hérna, því ég er náttúrulega aldrei spila hafsend sko. Aldrei og þegar ég þegar að fara liðið tilkynnt Nei, og þegar ég sagði þetta líka þegar ég kom tilbaka til Preston þeir voru bara en ég spila hafsend með íslenska Já, þeir sáu hann í leikinn sko en þú veist samt er maður þannig bara, þú veist sem einstaklingur að þú veist ef Arnar vill að ég spila í hafsend þú veist, þá bara þá gerir ég það já, en þú veist, það er ég veit það, ég er svo sammálaður að svo aðstæður að segja þetta en það er samt bara þannig, skilur, í fótboltanum og þú ert í landsliðinu að þú veist en ertu bara, já, já, í landsliðinu það er í þannig, sko já, það er bara þannig já, það er aðeins öðruvísi ef að Silkeborg hefði sagt, herru gamlið húti í miðvörunum á morgun já, er það ekki? það er alltaf landslið í landsliðinu þá ertu bara Ef Jón Þór Hauks hefði sagt þið á skaganum það er hafsend að þig? Hafsend, þá hef ég bara það er, mér finnst það öðruvísi, sko bláa tré Þetta er rétt, sko þegar ég er að segja, þetta er rétt svar Nei, ég veit það, en mér finnst það samt líka skutið að vera eitthvað bara, já, ég gerir mér allt Ég bara mæti og ég gerir mér besta En það er svo, skilur, í landslinu þá ertu bara það sem hópur, þú veist Ertu ekkert annað út af því að þú ert að fara að vera stjarnan, sko Nei, það er hárrétt Arnar auðvitað nýr landsliðsþjálfari og hann er ennþá að læra kannski faglegt álit okkar kattbræðra Já, hann er að það því Stefán spilar ekki á móti Norður Írum og því fór sem fór, það er nú bara þannig Og við vorum að tala um að við trúum ekki að heppni tilviljanir og svona Nei, það er alveg rétt en það er voðin vís, þegar þú startar honum ekki Hann er að læra Sko, hvað þurfum að laga til að komast að HM 2026? Já Það er góð spurning, sko Eigum við breyk? Já, við eigum nefnilega breyk, sko Þetta annarsæti finnst mér vera mjög ríl tækifæri, sko Já Það er vitt að fara að segja en við fara að vinna Frakkland bara báðanleikunum, sko og við bara erum að fara að beinta á HM Þú veist Ég sé ekkert annað í stöðunni Nei, ég sé ekkert annað í stöðunni, skilju En þetta annarsæti bara finnst mér út af því að í Skotlandsleiknum þá fannst mér við spila mjög vel á mörgum tímapunktum en eins og allir búin að tala um eftir að þá náttúrulega við sköpum ekki droslega mikið í þeim leik en við samt sem áður sundur spilum þá oft á tíðum þangað til við komum síðan upp að síðasta þriðjungnum sko. En við erum satt með helviti góða á síðasta þriðjungnum sko. Þú veist, við þurfum bara aðeins að kannski finna sig í þessu kerfi sem að Arnar við erum að spila undir Arnari sko. Þannig að ég hef svakalega trú á því sem við erum að gera sko. En kannski, og ég veit að þú veist að en þú veist að við erum ekki komnir á HM þegar við lendum í öðru sendi, þá mætum við Ítalíu eða eitthvað sko. En ég segi að það er samt 2 úrslitaleikir bara síðan. Já, það er rétt. Sem að bara, veit ekki. Eins og úrslitaleikir á móti Kosovo. Nei, ég er tíkall í trúðinu. Nei, við erum klárir í settu. Já, það er bara það. Já, sko kannski tökum líka leikstílinn Arnars er hægt að drilla landsliði eins og Víkingarna, við tölum um sambaboltan sem að kannski Preston getur ekki spila en íslenska landsliði, hvað er balansinn fyrir okkur? Já, það er í því að balansinn er í því að
spila bæði og fara langt og þú veist, gera þetta allt, skilur en við verðum aldrei betri ef við ætlum bara alltaf að bara sama út í hverjum við ætlum að spila þá ætlum við bara að fara í, þú veist og vera eitthvað litla Ísland, þú veist, við erum ekki með liðið heldur í það, sko Nei, við erum ekki með Kára og Ragga við horfum á gaurana sem eru til dæmis fram á við, skilur þú veist með Albert, þú veist með Hákon, þú veist með Orra, þú veist með Andra það er ekki með Kolla og Jónda, sko þú ert ekki með gaura sem úr bara bombunum upp Nei. og let's go og vinna seinniboltan þú veist, Hákon og Albert eru geðveikir þegar eru í svona 10 positions og bara finnur það á milli þannig, sko þannig að það væri líka alveg smá verið að waste þeirra talents en við getum heldur samt ekki fara að spila svo Spánn, sko en það er það ekkert það sem við viljum, sko eins og ef þú horfir aftur á Skotlandsleikinn þá erum við erum líka að setja hann fullt upp á Andra Lúkas er mjög líkur því sem hann var, þú veist, hann er frábær ég er alveg sammála því frábær target center, sko þannig að við viljum geta farið í bæði Mér finnst það góð, sorry Grím Stefán, ég ætla að segja bara, mér finnst það góð punktur á Stefán, ég held kannski að þetta sé gleymi smá í umræðinni að það er alltaf talað við erum ekki lengur með Kára og Ragga sem er alveg rétt og ekki heldur Birki Má og Hörubökun og aftur Ari Frey og hvað, en við erum heldur ekki með Kolla og Jónda frammi sem að, þú veist, Jónda er vonandi einhver, Andri Lúkas eitthvað svipa, en þú veist, Gaspar lúrar fram Kolbeinn, þú vissi bara að vinna skallaboltana, þetta er bara allt annað lið núna, og þú veist en ekkert endilega varnarlega við sér, líka bara framlína sko. Já, 100%. Þetta er allt annað, sko. Þannig að við þurfum bara að finna, og mér finnst við vera að finna núna, sérstaklega eins og liðið var á móti Skotlandi, að þá erum við að finna hvað hentar okkur rosalega vel. Mér var eins og mér og Ísak saman, mér leið rosalega vel, þú veist, saman þar, til dæmis, í tveggja manna þar, sko. Þannig að, þú veist, já. Algjörlega. Þú ert að nálgast Hápunkт Félagsins besta aldri, sko, ef við skoðum aðeins Kristallskúluna, hver er draumadeildin? Hún er einn upp á Englandi, sko. Já, það er einn upp. Já, það væri helvíti gott að geta farið með Preston og challengea playoffið eða eitthvað svoleið, sko, eða einhverjum tímapunkti farið í eitthvað leið sem er að challengea playoffið eða fara upp, sko. Það væri draumurinn, sko. Hvað er með langan samning núna? Ég er með 2 í viðbót. 2 í viðbót, já. 27. Sko, þú ert aftur eins og Leifur segir, þú ert á besta aldri. Hvenær fer maður að pæli? Bara ég er orðin þetta gamall, ég verð að fara að gera eitthvað. Gera eitthvað. Eða þá meina ég bara til dæmis bara þarna, eins og þú ert núna hjá Preston og bara vonandi bara farið þig bara upp á þessu tímabili. En, þú veist, verður maður eitthvað, og þú ert kannski eitthvað strax búin að vera bara í 1 ár, en menna, þú veist, þú ert með eitthvað markmið og hvenær fer maður að segja við umboðsmann herri farið kannski að tjekka fyrir mig? Já, ég skilji. Ekki núna, sko. Og þetta mér finnst ef ég fæ að spila í sexunni hjá Preston, liðinu gekk best þegar ég var í sexunni í Preston. Og ég tel það ef ég fæ allt sísoni núna sem aðalmaðurinn í sexunni að, þú veist, að annarkort verði við og ef að liðið spilar það vel að við erum bara farnir að allan að ofar í efri hluta deildarinnar að þú veist, þá mun alltaf eitthvað koma, sko. Finnst þér pirrandi að vera að því að sem gamall strækjar að við erum í stöðu það sem er erfiðar að horfa í stats allavega fyrir meðal Jónas og okkur Leif, þú veist, að því að ef þú væri bara í Preston og væri bara strækjar og væri bara búin að skora 20 mörk, allt bara svört og hvítu bara hvað þú getur. En segðu mér allavega, þú veist, það ekki þannig að scouting system er komið miklu lengra? Jú, auðvitað. En það er það, en það er kannski öðru sem núna því ég er orðinn 6. Þannig að, þú veist, það er erfitt fyrir einhvern að fara að horfa á season mitt í fyrra og hann skoraði 3 mörk. Já, en ég spilaði, sko, 6 í Championship, sko, eða skilur. N'Golo Kanté var bara ekki í fransku P-deildinni og 26 ára, sko. Já, 100%, sko. Þannig að, jú, það er öðruvísi núna heldur en eins og síðasta season mitt í Silkeborg þá samt snerist að ef ég er miðjumaður að skora 6, 7, 8 þá ef miðjumaður sem skorar þá vil allir fá þig, sko. Þú veist, sem 8 eða 10 eða eitthvað. Og spila allar leiki. Já, og spila allar mínútur, sko. Þannig að það er kannski öðruvísi sem ég þarf kannski sjálfur bara að hætta að skoða, sko. Þú veist, sem einhver mörk og stóðsendingar frekar, ég veit ekki hvað er að progressive passes eða hvað maður, ég veit ekki. Nærðu það anda að tegja anstæðinga í sexunni í Preston eða?
Sko skotfæri kannski Já, ykkur skotfæri sko Datt ekki langskot í ár sko Nei. Ekki þann eða þú veist Þú ert hávaxinn? Já, ég er nefnilega með það sko Skora 1 skalla Já. Þessum 3 og 1 skalli Ég held ég hafi ekki skorað í leik sem ég var í 6-unni sko Ég held ég bara skorað þegar ég var færður aðeins ofar sko Já. Þannig að það er mjög erfitt sko Það væri líka bara skrítið ef að 6-an væri alltaf bara komin Já, en þetta gamalt það er ekki bara Já Algjörlega Það kom að kalda karinu þar sem að þú fer að velja 2 mannsku lífsæða liðnar með þér í bjórbað Já Herðu, ok Já, það var maður kalda Þetta er spurning maður Lífsæli maður sjá Ég myndi taka Bryson DeChambeau Ég þarf að fixa dræfurinn sko Hann mun bara ruglið þér sko Já, ég veit það Ég er á, alltaf á YouTube rásunni hann sko Hvern myndi ég taka svo líka maður? Þetta er góð spurning Ég myndi taka líka Það er svo leiðilegt að segja Trump eða eitthvað sko, það er ríkalegt sko Ég held að tekja bara Artur Sig eða eitthvað Já, hvernig væri það? Já. Hann þarf líka kennslu í dræfun Hann hefði gott að hann geti nýtt sér sjampói Já, hann þarf það sko ég tek Nóra Já. Trump, hann var næstu búin að fá kallið þarna Nei, ég fór bara að hugsa eitthvað svona ógíslega Barack Obama leiðileg svör, eitthvað svona bara, þú veist Búin nóg þeim í kvöld Ég er að fá þér að tíka ég er að það veiða hann upp úr Já, ég er að útskrifa Þetta er rétt Nei, það er líka Málið er líka því að þú veist þetta eru geggjuð vitur og Stefán er þetta búin að vera í alvörinni geggjaður og ég hlakka til að fara til Manchester á leik hjá honum Ég vona að það sé gott VIP í Preston Já, það hlýtur að vera en þannig að það er gaman aðeins að krydda sko, ekki bara já, það er bara rest í leik Það er komið að riddarspurningum í blandi almennar og það eru Lengjan og Búllan sem fara okkur þær Lengjuappið, það er must sko. Nú er best að byrja aftur maður Já, maður er aðeins búin að vera að tippa á KR og bara kliðið með að segja fyrir því að ég er búin að vera að stiða í Íslands íþróttalíf Já, það verður ekki farið þína vasa En það klítur nú að fara þetta inn núna Já Óskar Hafni skilst að hann sé með alla 4 í gangi eitthvað að brenna reyndar en hann kryddar það bara vel það er gaman að krydda hlutina, það ekki Birkir og svo er það Búllan og það er Búlla á Skaganum það er Búlla á Skaganum og alltaf er maður að uppgöta nýja búllustæði það er eina á völlunum sko Já, ég vissi það þetta, hún er glæsileg þar Já, hún er mjög fín þar smakkaði hana, hún var ekkit síri en svo uppfylglega niður á höfn Hvað ferður á hamborgarðin? Ertu bara venjulegur? Já, ég er freka basic sko, því miður Ég sagði svona tricks að setja piknik Já Crunchið ekki margir nota Já, piknik, sorry, ég ætla að tala um hana pickles Nei, tricks að setja súra gúrkur Já, piknik er alveg ég er ánægð með það Það kom með riddarspurningunum Orri Rapp, hann rýður á væðið væri gaman að heyra Stefán Árna fara í gegnum Stefán Árna? Nei, Stefán Það stendur ekki sem Stefán Árna Jú, það stendur Orri, skáðast til væri gaman að Steffi Árna heyra Stefán fara í gegnum eftirleikstemninguna þegar að Silkeborg spilaði lokaleik við Álaborg tímabil 22-23 á útivelli þar sem Silkeborg vann 1-0 og felldi leið Álaborg niður deild Já, ég var meiddur hana en ég fór á leikinn, hann var í Álaborg Þið voru fastir hann eitthvað Já, við vorum fastir hann í svona það var ekki mikið, klukkutíma 2 vorum við fastir inn í klefa sem að þeir voru eitthvað að reyna að brjótast stuðningsmennir voru að reyna að brjótast inn í klefan hjá Álaborg Shit, ekki einu svona ykkar sko Nei, ekki okkar sko það var bara lokuð útgöngulegin til þess að fara í rútun okkar stuðningsmennir voru allir þar sko. Þeir voru ekki sáttir? Nei, þeir voru ekki sáttir þetta var í fyrst skipti langa Fórst inn í klefa, sorry Já, við fór beint út á völl og eftir leik og okkur var sagt sko ekki fara til ykkar stuðningsmanna að eitthvað fagna eða og þú veist, asnalegt eða eitthvað en okkur er leiðalega skringilega að vera en við náttúrulega feldum þá ekki en samt
þú veist, Já, já. að vera liðið sem feldi það, sko. Og þeir þurftu jafntefli, sko. Á heimaðli, á móti okkur sem við vorum ekki spilum neitt í svona. Já, þið fundu alveg fyrir því líka, já, einmitt. Já. Mást ekki að opna hurðinni, skal róa það. Nei. Alltaf næsta sísón. Nikola Djuric spyr, besti leikmaður sem þú spilar á móti í Superlíkunni? Þegar að Rasmus Falk var á sínum degi. Já. Hann var klikkagóður, sko. Já. Alveg bara snýriði af sér eins og ekkert væri, sko. Já. Hann yfirnöglega sér hann. Já. Powerrank, bestu 5 sem þú spila með á öllum ferlinum? Og öllum besti sem spila með öllum ferlinum. Já, tökum þetta bara 5-a-side, sorry. Tökum bara þannig. Tökum 5-a-side. Já. Sem þú spila með. Sem ég spila með, þá ætlum ég að segja í markinu ætlum ég að vera með Árnó Snæ Ólafsson. Já, ok. Þú verður að vera með hann í 5-a-side, sko. Já. Hann geðveik rútuleikmaður líka, sko. Já. Svo ætlum ég að vera með ég ætla að vera með Hákon Arnar og Arnór Sig og Sigurinn kantinum. Svo ætla ég að vera með frammi, ætla ég að vera með hvernig ég spila með sem skúra mikið maður hugsa núna. Mér heyrist þetta lið alltaf að spila í treyjunni. Já, nei, ég sitt hérna Akkur fer ég alltaf í maður. Já, líka með nokkur landsliðin sem spila. Já, ég með nokkur landsliðin sem er heldur góður, sko. Ég sitt Andra Lukas fram, fínt að hengja hann upp á hann. Já, ok. Besti hafsinn sem ég spila með. Það er örugglega bara ég sitt Tobias Alkvist. Já. Munið eftir honum? Nei. Hann er Fjölni. Jú, ég veit hvað það er. Já. Hann ekki Breiðablik líka? Nei, hann var ekki fór ekki Breiðablik. Það var hérna Það var hinn gæi? Það var hinn. Já. Ég sitt Tobias Alkvist. Já. Hann hérna var aðal maðurinn okkar í Silkeborg-völdinni. Já, ok. Fór síðan til Chicago Fire. Já. Jói Bergilu sig og Albert Guðmunds Punching Air Það er svo leiðilegt að segja. Já, gamla bandið. Já, hann er hættur í þessu núna. Nei, þetta gæti ef ég myndi segja sem ég spila með sem ég náð lengst og bestu leikmenn það er ekki skemmtilegt. Gylfi og Jói, þú veist. Það hefur verið leiðilegt. Þarna varstu með rétt svar. Já, það ekki, já. Þú veist, það er geðveitt fyrir mann að hérna ná, þú veist, að vera með Jói í landsliðinu og Gylfi og Aroni og það, sko. Algjörlega. Unna Kristín spyr, myndirðu skoða að ganga til liðsvíð vestra ef Sammi myndi mæta með stóru salun? En sko, það stendur með þessa stóru salun. Stóru salun. 10x á það sem með í dag. Það var eitt ákvæmlega fyndið. Færir allt fyrir það, sko. Já, það ekki? Jú, 10x. Stefán Teitur mættir í vestra. 10x launin. Já, kona verið ána með það. Við sáum reyndar í dag, sko, John Duran má fara á lán frá Sádi-Arabíu. Áhugavert maður. Eftir 5 mánuði? Hann er 21 árs, mættur til Sádi. Hvað hélt hann? Býtu, finnst þú ekki gaman í Sádi? Ég skil ekki, sko. Hvað hélt hann að væri að fara í? Já, þetta er reyndar engar, já, ég ætla ekki að segja þetta. Nei. Sko, Þórhildur og David Jones spyr kannski viðeigandi spurningi í kjölfarið, er það galið að menn skulle fá borga fyrir að leika sér í fótbolta? Nei, það er þetta ekki bara showbiz, eða? Eins og að fólk að borga sig að horfa á leikrit, eða? Jú, það er hárrétt hjá þess. Erum við ekki til þess að skemmta fólki og fólk komi og gleymi hvað er í gangi heima hjá þeim í 90 mínútur? Bara akkurat það. Það er það sem prestóliði gerir. Já, við skemmt. David Jones og þetta döðlutnar, sko, hver annar er betri? Ætliði sæni ekki Stefán Teit eftir hennan þátt? Sænið Arnór síðast, já. Ertu döðlukallið það? Já, sko, Unnustan elskar þetta, sko. Það er svoleiðis? Já, hún elskar þetta, sko. Og hérna, ég er mikill nýja bræði sem var að koma hana. Cinnamon Bun? Já. Hann er að koma með rétt svar eftir rétt svar þetta núna. Já, ég er þar, sko. En ertu hitað ristakall á Subway? Já, ég er nefnilega smá barnalegur að hita, sko. Já, nei, það er bara, það er ekkert barnalegt. Ekki, það er alltaf Nei, ég hita oft. Ég er hita, sko. Ég er bara risla, sko. Já, ég er þetta, það finnst að skulle segja þetta. Ég var alltaf, þegar maður yngur að hitaði með það, sko, síðan færið mig yfir í ristina. Já, það hljómar svona, já. Já, mér finnst það hljómar svona, já, ég hita. Það fór samlöku við skinkosti. Já. Það var skinku upp á því, já, ok.
Ég var fyrir framann par í röðin á Söpvöðum daginn og hérna Já, góð saga Já, pítu, hún ekki byrjuð og strákurinn segir, herri, ég ætla að rista hana og þá tekur stelpan fram fyrir hendurnar og hún segir, nei, við ætlum að hitta báðum, sjáðu til, við erum að taka hann með okkur og hann verður bara stökkur og harður og vondur þá sko. Þetta er vindar Þetta er meistarinn Fýtt punktur hjá henni sko. Ég hugsaði, þetta er líklega rétt þegar hann er vel giftur þessi En Lukas Leo, hann á næstu hvernig var að vakna alla dag og Paul Heckingbottom er bara að þjálfa þig fyrstur oft hausinn og hugsaði, við fengum hann bara Já, ég meina, þetta er maður sem tók Sheffield United upp í Prem sko. Einmitt Þannig að Og Áli Feril sjálfur Já, ég kann rosalega vel hann Alveg bara, ég er að meina sko. Hann er rosalega góður þjálfari sem er Já maður þarf stundum að klípa sig þegar maður er í klefanum Herra ok, látum bara svo eðlilegt að Paul Heckingbottom sé þarna sko. Jón Dagur á næstu Ég neita að svara öllu frá Jón Dagur Akkur áttu 6 Rolex úr Hann er eitt ríkasti vinur minn sko, ég veit ekki hvað hann er að segja sko. Ég á bara eitt Þetta er svo mikið fíp sko. Hilmar Halldórsson spyr hvert er þitt besta Fortnite squad? Já, hann er í þínumla sko, þessum þeir hann að spyrja sko. Það er hann og Arnór Sigursson og svo Hlynur Jónsson Hlynur Sævar í Skaganum Já, ég er legend Já, það er svakalegt squad sem hefur verið marga tímana saman Já Ertu duglegur, ertu yfir kólan í töluleikin? Ég er meira Call of Duty kall núna Já Svakalega Call of Duty kall núna sko svakalega Jú, svona, þú veist þegar maður strákanir eru sko þetta er svo geggja þú veist þegar maður býr snúdlunum sko Já, geta gripið í þetta og bara spjalla að vinna og þetta er bara snild sko. Ertu með einhver önnur áhugamál þessi frá Leifi Þorsteins? Ég er mikill golfari Já Ég er með svona 9 fórgjöf golfi Var í golf áðan Mosó Hvernig gekk? Ég fór á 84 Tökum því? Já, ég tek því sko en ég hefði átt að gera betur ég fekk alveg eitthvað 3 doppul eða eitthvað en ég er mikill golfari já með kærustinni, hún er líka rosalega mikill golfari þannig að segja það sko Call of Duty og golf Varst í golfi bara frá unga aldrei eða? Já, æfiði golf og ekki gott að koma inn, ég farið hól í höggi Það er svoleiðis gott að koma inn í podcast ekstra Ég gerum klippu, þetta er TikTok Sko þessir aðeins besti leikmaður sem þú spila með ég ætla að fá að finnst til aðeins besti erlendi leikmaður sem þú spila með Robbie Brady Já, ég myndi halda það sko hann er hann er svakalega eftir hann er svakalega pró sko eða þú veist á æfingum sérstaklega sko hann er alltaf sjarp og þú veist onnit einhvern veginn og ég held að hann sé þá sem að í stærstan ferilinn sko og kannski eitthvað úr Danmörkum besti þar hann heitir, því að veit ekki hver hann er svo sem sko, en hann heitir Nikolai Wellis hann var keyptur til Brøndby og tímabilið sem við lendum í 3. sæti þá var hann bara unplayable í dönsku deildinni sko. Ég las núna daginn skemmtilega sögðu því þegar Adebayor kom til Real Madrid og ætlaði heldur betur að mæta fyrstur á æfingasvæði og mæta 3 tímum fyrr og spyr, er ég fyrstur eða? Nei, er hún aldrei að synda bara í lauginni sko, hvernig er kultúrin hann á Englandi er munur á honum í Danmörku er pressa á ykkur að mæta fyrr og Nei, ekki þannig svo sem sko þú veist, þú þarft að vera mættur 9:30, morgumatur alltaf fyrir alla en þú veist, flestir eru að mæta svona 8:30 kannski og þú veist, fara í gym eða það er rosalega margir sem að vinna með að fara í kalda karið fyriræfingar, bara þeir eru að mæta sko. Erst þú að vinna með það? Ég er meira að vinna með eftir sko, en ég held að hitt sé eitthvað, það er eitthvað leynitrygg sko. Já, ég sé það alveg. Besti leikmaður sem er mætt? Eru nokkrir? Já, kom ekki inn á þegar að spilum við Ronaldo sko, Portugal. Nei, einmitt og skautar alveg fram með englandsleiknum líka sko. Það er að stötta í vendur. Já, komin á kantinn það líka sko. Öruglega ég spila við ætla ekki bara Lewandowski spila við Pólland eitt árið næstliðinu. Það sé ekki bara svona stærsta nafni sko, svo náttúrulega allir þessi englendingar hérna sem við spilum við sko. En einhvers kannski svona sem þú hefur
bara verið að glíma við Já. Ég hugsaði bara svona miðjumaður sem átti ekki breyki enginn sem átti ekki breyki Declan Rice spilaði hann 3 Já, ok Nei, 4 sem núna Þeim spilum náttúrulega þegar hann var í West Ham Arsenal Já, 2 svar í Conference League West Ham Já, Þannig að segja Declan Rice Paketa var helviti góð líka Já, hann geðugur Tók á sig yellow Uppáhaldsvöllur ok, ég verð að taka þessu líka Þú veit, Jón Dagur hérna Ég vil meina að þetta hafi verið stælar í honum að taka fræðasta leikmann Leon og Hildunum og hann fyrir út af hann það er bara fyrir Instagram Hann fyrir alltaf í helviti Robertson var ekki búin að gera neitt við hann Hann var bara að taka innkast bara í róleitunum Hérna sko Ertu treyjusamari? Já, ég elska góða treyju sko Já Ég Asensio Villa Sigur Paketa Já Martinelli Er þetta list að ná þessu? Þá meni ég bara, þú veist þarf maður að vera Ég veit ekki, sko Nei, þú veist, stundum er maður bara að maður langar, þú veist, í ykkur að treyja þegar maður er eftir leikinn eða eitthvað, sko Þú ert líklega ekki að pæla þessu í leiknum Nei, þú ert ekki bara 23. mínúti í dúeli Kanski freka sem að sé +5 og 94 þá Það verður pleysar þig svona nálægt ykkurum Nei Þú veist að við setjum treinu Ertu ekki að taka Ég veit að það eru fleira að spyrja eftirleika sjansa Nei, ég hef ekki tekið þann, sko Ekki tekið bara í eins og hálfleikanna eins og ykkur hafa gert, sko Nei, ég hef ekki gert það, sko Nei, ég ekki bara alltaf eftir leikin eitthvað ekki bara ekki að fá Trent, já Trent Áttu Trent? Ég hef búin að gleyma því Ég fyrir Trent eftir England sko Duolingo Trent, sástu þetta í dag? Var hann á spænsku bara Ég sá fréttina líka bara Þetta var fárlega impress JD Holberg treyjusagan er helviti góð Hazard treyjan þetta Já, alveg, ég hef búin að heyra það alveg rétt, já Það var alltaf ógeðst ef við ekki lengi að gera mýmaður sem er Trent sko búin að þýða stuff saving chat á spænskuna en sko við erum konur í hraðaspurningarnar sem eru jafnframt loka liðurinn Já, þetta er bara veistla Virkilega skemmtilegt og skulum bara ríða á vaðið, það er frumherri allir að drífa sig í skoðun þangað þeir sem eru með sexy endastaf það er bara eins og berri í borðið sko Já, 7-13 Já, 7-13 já. Að ég fá að fara aftur til frumherja Svo er það Kemi Sko, ef að fara við vöru vikunar Já, ég verð alveg til í það, fyrst við erum að þessu Já. Ég get kannski mynd líka á það að þeir eru að koma enska boltan heim á sín Þeir eru að sjá til þess Sko, vara vikunar hjá okkur er Portapak Express Fresh 15 stykki í póka Ok, hvað er það? Lyktareðandi niðurbragðsefni sem er hægt að nota í ferðasalerni fyrir þá sem er að fara í útilegunar Já Stefán er þetta meir í Dubai og svona dæmi En það munaði mjói ef hann hefði fallið að fara í ferðasalerni sko Já 3.018 krónur það er verið að gefa þetta en það er komið Ekki 2.999 3.018 já, nei, það er bara það er engin framlega á þessu, þetta er bara nákvæmlega kostnaðarverði pluss kannski einhverju örfrá krónur Já, ef það Það er komið að það spurningunum Ertu komin í stellinga, Stefán? Já, klár Hvenær þarftu næst að fara með bíliðin í skoðun? Leiðu ekki mút Er frumherrastöð í Preston? Nei Einn drauma bílavarahlutur frá Kimi Vil það fá bremsuglósa? Já, takk Rétt svar Hvert er með í forgjöfi formið það áðan Hvað ertu búin að breytast mikið á síðustu 3 árum? Mjög Mikið Hvað varstu með? Það mátt alveg fara við það Hún er búin að fara frá svona 17 Já, ok, vel gert 17 Býtu og núna í 9 Ó, það er helviti vel gert Er það stuttaspilið eða dræfurinn eða hvað er þetta? Ég lét fitta mig úti og eftir að ég fekk nýjan dræfur það var bara svo nýtt líf það er gaman að spila með mér núna sko það var umurðið að spila með mér alltaf undar ég var ekkert með fólkinu sko það var bara til hægri Varstu bara ekki með nógu stíft skaft eða varstu bara með úlingakilvi? Ég var bara með eitthvað sem að fekk ég á tengdó sko Já, einmitt Núna er ég komið með ekstra stiff Ég lenti í sama sko fór bara allt í kom 50 metrar Já, þetta er geðvitt Hvað ert þú komin í legur? Ég er í 11 en ég spila ekki á því í dag held ég sko Nei Þú ert seguleg Já, ekki
Á deginum mínum, á hvaða útivelli er mest hostile crowd? Millwall. Uppáhaldsmark? Á ferlinn. Kannski það sem að tekja aður? Já, ef það, nei, ég ætla að segja hérna uppáhaldsmark á ferlinum er örugglega markið mitt á móti AGF heima, síðast tímli. Silkeborg. Kevin De Bruyne eða Jude Bellingham? De Bruyne. Ertu hjátrúafullur? Nei. Ok, ég ætla aðeins að fleiri. Já, eru ekki bara að leika okkur hérna? Já. Sko, ertu með eitthvað svona tengt fótboltanum? Fara í einhverja hjátrú Já, einhverja legglífar eða? Nei, ég er ekki með, sko. Ég er rosalega bara slagur með allt svoleiðis. Mér finnst maður að verða svo læstur. Já, og það er svona vottur einhverju líka, sko. Ég er það, sko. Þú veist, út af því að en ef það er bara ekki hægt að gera það sem ég verða að gera fyrir leikinn. Þá ertu bara hérna. Ég þá bara, shit maður, ég fór hérna í hægri sokkinu og það er þannig, sko. Já, ég er að segja, sumir eru örugglega svoleiðis, sko, en ég, þú veist, líka með að borra það fyrir leiki og svona, þú veist. Ég held að það sé gott að vera ekki með þetta, sko. Nei. Drykkur á djamminu? Ég er skrútaður. Skútraðu kall. Sérréttur í eldhúsinu? Fyrir dömuna. Já, fyrir dömuna. Sko, ég get gert ég er sant Beilaður á áramótin, ertu að elda handin á nýjástag? Nei, ég verð að fara að verða betri á grillinu, sko. Aðeins að fara þroskast, sko. Já, maður heyrir hvað því. Ég er rosalega góður að gera lax með feta og tómatum. Já. Kartöflur með Segur. Já. Það myndi örugglega setja það, sko. Hljóma vel. Hver er fyndnastur í landsliðinu? Það er sko, ég ætla að segja maður segja 3. Já. Þú átt að velja milli þeirra þriggja. Hákon Arnar, Jóberg og Jón Dagur. Já. Og ég fyndnastur, Jón Dagur er náttúrulega bara bulli, sko. Já. Það getur verið rosalega fyndið stundum, sko. Þannig að já, ég gef bara JD það. Já. JD færi þetta. Já, ég get vel að votta það, hann er fyndið. Já. Mátt velja einn leikmann í sögunni til að spila með. Hver verður það? Já, það er ekki allir bara, það er heldur fínt að spila með Messi, sko. Já. Já, það verður fínt. Já. Hver í landsliðinu er líklegastur til þess að týna vegabréfinu sinu? Hákon Arnar. Já, ok. Já. Í hver ertu lélegastur í fótbolta? Það sem myndi mest vilja bæta. Ég væri mikið til að bæta skalla. Já. Já. Ég væri til að vera miklu meira dominant í loftinu heldur en ég er. Já. Ég er 1.90, sko. Er hægt að æfa það? Það er bara eitthvað mentalt, maður. Já, það myndi halda það, sko. Í hver ertu lélegastur í golfinu? Svona innan við 30 metra chip. Það er alveg, gerir mig bila sko. Messi eða Ronaldo? Já, Messi. Já, það var lesin þannig kall. Já, hérna, er það bara að loka spurningin Birkir kall? Já, herru, takk fyrir frábært kvöld, Stefán Teitur, búið að stóðstu mjög vel, búið mjög gott, alvöru ferill á bakinu, samt bara 27 ára, nóg eftir, við höfum ekki séð að síðasta Stefán Teitur og rúmlega það. Þú kannski veist hvað lókasmyndingin er. Það er eitt ráð til ungar knattspyrnumanna sem er að hlusta. Já. Ég myndi bara segja að þolinmæði er helvíti góð. Já. Að þótt að þú sérst ekki langbestur í 15 ára eða 14 ára eða hvað það er, að sína smá þolinmæði og að þá geta helvíti góði hlutir gerst, sko. Já, ég myndi örugglega, ef ég tek minn feril svona, þú veist, til fyrirmyndar, sko, að þá er það að vera þolinmóður og bíða eftir tækifærinu, sko. Heldur betur. Já. Stefán Teitur Þórðarsson, gangið vel á tímabilinu sem framöndan og takk fyrir komuna. Takk kærlega fyrir mig.